Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 1. mars 2016. Þetta fundur númer 3388 á 4. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Í upphafi fundar vil ég óska eftir að fá að leita afbrigða frá dagskrá og taka út lið númer 4 í útsendi dagskrá, ákvörðun sameiginlegt mat eða ekki sprengisanslína og aðrar framkvæmdir. Þess að geta samþykkt það, eins og þess gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá það fyrsti dagskrárliður, bæjarstjórn óskum tímabundið leyfi. Lagt fram erindi dagsett 25. febrúar 2016, Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi. A-lista Bjarta framtíðar þar sem hún óskar eftir tímabundið leyfi frá störfum. Hún jafnframt óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sæki hér ársleyfi frá störfum bæjarstjórnar vegna anna í starfi. Ég tók nýverið við starfi hjá Fiskistofu sem var að flytja hérna til Akureyrar, eða sérst höfuðstöðvarnar. Starfið krefjandi og ég sé ekki fram á að svo komnu máli að ég nái að sinna skyldum mínum sem bæjarfulltrúi, þessu nýja starfi mínu sem og fjölskyldu. Ég mun þó halda áfram í þeim nefndum sem ég í bæði sem aðal og varamaður. Mér finnst mjög leiðilegt að standa hérna og óska eftir þessu leyfi. Ég get þó ekki hugsað mér að sinna öðru hvoru starfinu með hangandi hendi. Ég hef metnað fyrir því að mæta vel undirbúin á þá fundi sem ég mæti, fylgjast með þeim málum sem í gangi í bæjarfélaginu og setja mig inn í þau, eins og á við okkur öll hér inni. Og þarna kristallast svolítið veruleikinn sem að við bæjarfulltrúar hér á Akureyri sem og í fjölda annarra sveitarfélaga búum við. Bæjarfulltrúastaðan ekki talin full staða. Bæjarfulltrúar eru almennt í öðrum störfum samhliða störfum bæjarstjórnar. Sumir fá starfshlutfalli sitt minnkað samhliða bæjarstjórnarstörfum, meðan aðrir í fullu starfi meðfram því. En það þó ekki allir sem hafa tækifæri til þessa. Við hljótum að vilja fjölbreytta flóru af fólki til að gegna þessum störfum. Til þess að í rauninni standa vörð samfélagi sem við viljum búa í. Fólk af öllum uppruna, fólk í öllum þjóðfélagsstigum og af öllum gerðum. En það alls ekki hlaupið að því fyrir alla þjóðfélagshópa að gefa sig í þessi störf. Og þar að leiðandi verður þetta oft á tíðum frekar einsleitur hópur. Starfið, að mínu mati, myndi bæjarstjórnarstarfið henta best því fólki sem hefur komið sér ágætlega fjárhagslega, hefur tiltölulega frjálsan tíma, getur stjórnað sér einhverju leyti sjálft, sem einmitt ekki staða sem allir í. Þetta vissulega hópur sem við viljum að hafi rödd, en við hljótum að vilja að allir aðrir hópar hafi það líka. Ég ætla hér að hvetja þá bæjarfulltrúa sem hér sitja til þess að gera alvöru úr því að gera bæjarfulltrúastarfið af fullri stöðu. Á móti hægt að gera meiri kröfur til þeirra sem að því sinna. Bæjarfulltrúar fá óteljandi pósta og boð á fundi, ráðstefnur, málþing, viðburði og margt sem svo fróðlegt og bara jafnvel nauðsynlegt fyrir bæjarfulltrúa að sitja. Bæjarfulltrúar eiga eðlilega að vera inn í því sem í gangi í bænum okkar. En staðreyndin hins vegar sú að bæjarfulltrúar þurfa að velja og hafna. Valið bitnar svo ýmist á pólitíska starfinu, dagstarfinu, hvað svo má kalla, eða einkalífinu. Ég held að þetta sé ein af þeim ástæðum sem að fólk stoppar ekki lengi við í pólitík. Fólk jafnvel í fullu starfi, bæjarstjórn, bæjarráði, einhverjum nefndum, með fjölskyldu, heimilishald heima og að kasta þessum boltum sífellt á milli.
endurnýjun er góð. Við þurfum alltaf reglulega að fá nýtt blóð. Það er mjög auðvelt að verða samdauna kerfinu. En við þurfum líka að halda í reynsluna og þekkinguna upp að vissu marki. Ég bauð mig vissulega fram í þetta vitandi að þetta yrði mikil vinna. Og ég hef ekki séð eftir einni einustu sekúndu. Þetta er eins og allra skemmtilegasta vinna sem ég hef verið í og ég er afskaplega þakklát fyrir það tækifæri sem ég hef fengið. Nú hafa aðstæður þó breyst hjá mér og komið að öðrum í bili að taka við kyndlinum. Ég segi það fyrir mína parta, verandi bráðum almennur bæjarbúi, ef svo má segja, að ég vil að bæjarfulltrúarnir mínir séu í fullu starfi og að ég geti gert kröfur á þá í samræmi við það. Bæjarfulltrúar getur tekið að sér formennsku í nefnd, hvort sem það eru minni eða meirihluta fulltrúar, eins og hugmyndir bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins hljóðaði í vinsælli grein sem hann skrifaði fyrir síðustu kosningar. Ég vil fá þá í heimsókn í fyrirtæki mitt. Ég vil að þeir þekki innviðina og alla húsakosti í þeim fasteignum sem að bærinn á. Og ég vil líka geta taggað þá í Facebook hver skipti sem ég er ósátt með snjómoksturinn eða nágrannana mína eða eitthvað. En þó svo að ég viti að bæjarfulltrúar hér eftir að sakna mín mjög sárt, að þá verður Preben Pétursson, sem að mun taka við mér meðan ég er í þessu ársleyfi, að hann verður ekki síðri fulltrúi Bjartrar framtíðar og það er full ástæða til að fylgjast vel með honum og hans gjörðum. En ég vil bara nota tækifærið og þakka ykkur fyrir samstarfið og samfylgdina á kjörtímabilinu þar sem af er og ég mun allavega sakna ykkar. Takk. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Logi Már Einarsson beðið orðið. Bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hafði nú í sjálfu sér ekki ætlað mér að koma hérna upp og fjalla neitt sérstaklega um þetta, heldur bara að greiða þessu atkvæði eins og vani er. Samkvæmt 30. grein sveitarstjórnarlaganna þá er leyfilegt að biðja frí tímabundið, þó að það sé afar óvenjulegt að gera það kannski til svo langs tíma og vegna þessara aðstæðna. En að því að bæjarfulltrúi Margrét fer að hvetja afganginn á bæjarstjórn til þess að breyta reglum þannig að þetta verði gert á fullu starfi, þá ætla ég nú bara að vísa þeirri tillögu til föðurhúsanna og hvetja hana til að gera það þegar hún kemur aftur tilbaka, vegna þess að hún í rauninni hefur ekkert gefið það út, þó að yfir bara ræðurnar hafi verið pínu eins og hún var að hætta, þá hefur hún ekkert látið annað í það skína en hún sé bara í tímabundu leyfi. Hugmyndin að gera bæjarstjórnarstarfið að fullu starfi hefur tvær hliðar og það er í rauninni útilokað að fara að ræða það hérna í óundirbúnum hætti og ég hvet okkur til þess að taka þetta bara upp og ræða þetta sem sagt á bæjarstjórnarfundi. Mér langar þó að vekja athygli á að í sveitarstjórnarlögunum 33. grein með leyfi forseta stendur að sveitarstjórnarmaður á rétt á fjarveru starfi og að því leyti er honum nauðsynlegt til að sinna lögbundinni mætingaskyldu og fundi í sveitarstjórnum hjá nefndum sveitarfélagsins og aðra fundi sem hann hefur verið kjörinn til að sækja fyrir hönd sveitarstjórnar. Þannig að það er náttúrulega bara ekki þannig að menn útiloki sig frá starfi í sveitarstjórnum þó þeir ráði sig til annarra vinnu. Þetta vita allir sem bjóða sig fram og það er þannig að við höfum bara rík réttindi sem sveitarstjórnarfólk eftir að höfum kjörin og þau réttindi eru tryggð í þessum lögum. Þannig að ég ætla að vona það að menn hlaupi nú ekki á sig og fara samþykkja einhverjar breytingar vegna þess að einn bæjarfulltrúi telji sig ekki geta sinnt starfinu vegna nýrra vinnu. Ég óska henni hins vegar velgengni í fríinu en legg til að við ræðum þetta bara þegar hún kemur tilbaka. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara
þakka bæjarfulltrúa Margréti Kristínu fyrir samstarfið þar sem af þessu kjörtímabili og vonast til að sjá hana bara hér aftur að ári liðnu og hún hafi þá tækifæri til þess. En ég vil aðeins taka undir það með bæjarfulltrúa Loga að það sé full ástæða til þess að, ég lít þannig á hana að vera að segja það, sé full ástæða til að taka þetta mál upp, kannski að ræða það með undirbúnum hætti, þar að segja, þegar við höfum undirbúið okkur undir það. Og ég legg það nú til að það verði nú fyrr en seinna sem við gerum það og ég mun þá kannski óskapar eftir því á bæjarstjórnarfundi næst eða þarnæst að við tökum svona starfsaðstöðu og kjör bæjarfulltrúa bara til umræðu, ræðum þetta aðeins. Mér finnst full ástæði til þess. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt. Fyrirgefðu. Bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnari og Loga Má sérstaklega fyrir hugheilar kveðjur. Ég mun svo sannarlega ætla að koma aftur eftir ársleyfi, enda er ég bara að óska eftir ársleyfi og ég mun einmitt svo sannarlega líka taka þátt í þeirri vinnu ef að hún verður komin á stað þá. Ef ekki taka þátt í að komin á stað. Takk fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi, hann verður ekki beðið orðið. Þá orðið er laust. Það sem enginn hefur beðið orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, eins og skeið merkið þess að geta samþykkt. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það annar dagskrárliður í útsendi dagskrá, bæjarstjórn laust frá störfum varabæjarfulltrúa. Lagt er fram erindi dagsett 25. febrúar 2016 frá Áshildi Hlín Valtýsdóttur varabæjarfulltrúa, A-lista Bjarta framtíðar, þar sem hún óskar eftir laust frá störfum varabæjarfulltrúa í bæjarstjórn frá 2. mars 2016 til lok kjörtímabils. Orðið er laust. Það sem enginn hefur orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt þess að skefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðji dagskrárliður. Bæjarstjórn Akureyrar breytingar á nefndum 2014-2018. Lagði fram tillaga A-lista Bjarta framtíðar með breytingar í bæjarráði. Preben Jón Pétursson tekur sæti aðalmanns í stað Margrétar Kristín Helgadóttir. Orðið er laust. Sem enginn hefur beðið orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt af þess að skefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjórði liður, starfsáætlun stefnuræða nefnda 2016, atvinnumálanefnd. Ég ætla að biðja Gunnar Gíslason varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og aðrir tilheyrendur. Á árinu 2015 voru haldnar 14 fundir og er óhætt að segja að samstarf innan nefndarinnar hafi gengið vel. Nefndamenn hafa sýnt mikinn metnað og jafnan sýnt frumkvæði í störfum nefndarinnar. Nefndin sem fyrr er vel skipuð en eins og í fyrra þá sýnt þeir nefndin ásamt mér, Jóhann Jónsson varaformaður, Erla Björk Guðmundsdóttir, Elías Gunnar Þorbjörnsson, Sóli Björk Stefánsdóttir og Margrét Kristín Helgadóttir. Ein breyting er við orðið frá síðustu stefnuræðu en Sóli Björk og Margrét Kristín hafa nú skipt hlutverk og er Sóli Björk aðalfulltrúi en Margrét Kristín er orðin áheyrnarfulltrúi frá sama tíma, frá 3. nóvember síðastliðnum. Starfsmaður nefndarinnar er Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, verkefnastjóri atvinnumála. En á árinu var Helga Íris Ingólfsdóttir einnig ráðin til starfa en hún heldur utan verkefni brothættra byggða í Hrísey og Grímsey og heyrir undir verkefnastjóra atvinnumála. Brothættar byggðir. Verkefni brothættar byggðir voru nokkuð fyrirferðarmikil á fundum nefndarinnar á síðasta ári, sem á málefni Grímseyjar sérstaklega.
Segja má að verkefnið hafi farið á stað í lok október þegar Helga Íris Ingólfsdóttir kom til starfa sem verkefnastjóri. Helga Íris með skrifstofu í Hrísey þaðan sem hún sinnir verkefnum fyrir báðar eyjarnar. Verkefnin eru mislangt komin en ætlunin var að halda íbúaþing út í Grímsey til að hrinda verkefninu á stað núna í febrúar en vegna veðurs reyndist það ekki hægt en gerð verður önnur tilraun til þess 11. til 12. apríl næstkomandi. Mikil tími fór í málefni Grímseyjar á síðasta ári. Eins og flesti þekkja þá tók til starfa sérstakur aðgerðahópur á vegum sveitarfélagsins þar sem saman komu fulltrúar Akureyrarbæjar, þingmanna Norðausturkjördæmis, Atvinnuþróunarfélagsins, Íslandsbanka og fulltrúi útgerðaraðila. Hlutverk hópsins var að fara yfir stöðu útgerðarfyrirtækja í Grímsey sem áttu í nokkrum rekstrarvanda auk annarra þáttan sem gætu auðvelda búsetu í Grímsey. Þannig þið hægt að fara yfir raunverulega stöðu mála í trúnaði til að móta tillögur til aðgerða sem gætu hjálpa atvinnulífinu og byggðinni í Grímsey til langframa. Tillögur nefndarinnar voru sendar til ríkisstjórnar Íslands í maí síðastliðnum sem í framhaldinu samþykkti að setja á fót nefnd sem í sátu starfsmenn okkar ráðuneyta sem höfðu það hlutverk að fara yfir þá tillögu aðgerðahópsins. Ríkisstjórnin samþykkti svo í nóvember tillögu nefndarinnar sem byggðu á tillögu starfshópsins. Staða málsins í dag að viðræður eru nú í gangi á milli útgerðanna og bankans en í kjölfar þeirra verður tillögu ríkisstjórnar komið í framkvæmd. Verkefnið í Hrísey komið nokkuð lengra. Vegna málþings sem Hríseyingar stóðu sjálfur að síðari hluta ársins 2013 sem hægt að nýta niðurstöðu þessa þings var ekki talin ástæða til að halda íbúaþing eins og hefðin hefur verið í verkefnum brotandi byggðum. Þessi stað verður farið beint í síðara stig verkefnisins að því marki að verður haldinn íbúafundur í Hrísey 9. mars næstkomandi þar sem kynnt verður fyrir íbúum drög að stefnumótum eyjarinnar, framtíðarsýn, markmiðum og verkefnum sem unnin eru upp úr niðurstöðu fyrrnefnds málþings. Fyrir liggja meginmarkmið en þau eru aðlaðandi og aðgengilegt eyjasamfélag, fjölbreytt atvinnulíf, sterkir innviðir, framtíðarsýn til ársins 2018 sem unnin var upp úr niðurstöðum íbúaþingsins að Hrísey skartar vel hirtu og fallegu umhverfi sannkölluð perla. Samfélagið þar byggir á traustum grunni í sjávarútvegi og einnig við nokkrar fjölbreytni í atvinnu, meðal annars þekkingarstörfum og ferðaþjónustu fer vaxandi atvinnugrein þar. Siglingar skapa sérstöðu eyjasamfélagsins, einnig tekst hefur að miða þær af þörfum notenda, þannig að eyjan hluti af sameiginlegu atvinnusvæði Eyjafjarðar. Hrísey falleg og gott samfélag, þar sem samheldni og rólegheit og náttúrufegurð eru aðalsmerkin. Ég vil nota þetta tækifæri og hvetja bæjarfulltrúa til að mæta á bæði íbúafundinn í Hrísey og íbúaþingi í Grímsey og hlusta á forgangsmál íbúa þeirra. Naflaskoðun. Nefndin hefur á síðustu fundum sínum verið í nokkurri naflaskoðun enda hverjum holt og horfa reglulega inn á við til að átta sig á hvað hefur gengið vel, hvað mætti gera betur. Á vinnufundum sem haldnir voru í síðustu viku fór nefndin yfir erindisbréf sitt, atvinnustefnu og starfsáætlun þessa árs og var það niðurstaða okkar að verkefni væri stórt og ef vel tekst til þá gætu við sannarlega skila miklu fyrir samfélagið. Samkvæmt erindisbréfi sem samþykkt var á síðasta ári þá eru helstu verkefni atvinnumálanefndar eftirfarandi: A. Að innleiða vinnu áfram við atvinnustefnu Akureyrarbæjar, forgangsraða og fylgja eftir verkefnum í tengslum við stefnuna. B. Að stuðla samvinnu og samvitund atvinnumál innan bæjarkerfisins, atvinnulífsins. Slíkt skal gert með samvinnu, skilvirkri upplýsingaflæði og þróun og áherslu á einstökum atvinnugreinum. C. Að standa fyrir hönd sveitarfélagsins fyrir formlegum samráðsvettvangi fulltrúa sveitarfélagsins, atvinnulífsins í samræmi við atvinnustefnu Akureyrar. D. Að hafa yfirsýn yfir atvinnulífið á Akureyri, fylgjast með þróun, stöðu og horfum í atvinnumálum bæjarins, taka þátt í umræðum atvinnumál að hálfu sveitarfélagsins. Samhliða því að halda uppi hagsmunagæslu fyrir atvinnulífið í sveitarfélaginu. E. Að halda uppi virku samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar sem aðra stuðningsaðila atvinnulífsins sem mennta- og rannsóknarstofnanir.
F. Að hafa umsjón með framkvæmd þjónustusamninga verkefni sem greitt sérstaklega fyrir úr sjóðum Akureyrarbæjar og eftirlit með nýtingu fjár til atvinnumála. Að vinna sérstaklega á auknum, að vinna sérstaklega á auknum og reglulegum tengslum atvinnulífsins og skólakerfis. H. Að gefa reglulega út efni til upplýsingagjafar til hagsmuna aðalega atvinnulífsins og til opinberrar birtingar. E. Að hvetja fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri, til dæmis með veitingu viðurkenningar til fyrirtækja ársins á Akureyri. J. Að vinna öðrum verkefnum sem nefndin telur að efli atvinnulíf á Akureyri. Þannig hlutverk okkar nokkuð vel tekið saman eða í stuttumáli þá atvinnumálanefndin sá aðili sem á að vera með puttan á púlsinum, hafa yfirsýn yfir hlutina og stuðla samvinnu innan atvinnulífsins sem á út á við með hagsmunagæslu fyrir atvinnulífi í sveitarfélaginu. Sömuleiðis hefur nefndin eftirlitshlutverk eins og kemur fram í lið F. Í samþykktum nefndarinnar við teljum það sérstaklega mikilvægt með tillit til þess að Akureyrarbær leggur einna mest fjármagn til þessa aðila sem starfa að atvinnumálum á svæðinu, svo sem Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, flugklassans 66. Á síðasta ári fundaði nefndin meðal annars með starfsmönnum Atvinnuþróunarfélagsins Eyjafjarðar og Markaðsstofu Norðurlands flugklassans 66 og ætlum við að funda reglulega með framkvæmdastjórum og formönnum stjórna þessa á næstu misserum til að sveitarfélagið sé betur með það á nótunum gagnvart því hvernig fjármagn sveitarfélagsins nýtt og ekki síður til að geta sýnt þeim stuðning í þeim verkefnum sem þau að sinna. Eins og Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu og formaður stjórnar Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar kom inn á í stefnuræðu Akureyrarstofu hérna í febrúar, þá skiptir máli að við séum að nýta hæfileika starfsfólks, fjármagn til stuðningskerfis atvinnulífsins og sem allra best tekur undir þá ábendingu hjá honum að nauðsynlegt væri að skoða hvernig starfsemi þessara stofnana skarast og hvort að hugsanlega mætti að horfa til meiri samvinnu með því að mynda og vera undir sama þaki og hugsanlega með sameiningum eins og unnanefndi. Til að hafa sem besta yfirsýn yfir hvað í gangi í atvinnulífi höfum við upp á síðkastið verið að vinna leiðum til að auka samtali við atvinnulífi. Á síðasta ári fundum við meðal annars með stjórn SATA og ætlum að koma á reglulegum fundum með þeim á þessu ári, auk þess að funda með öðrum samtökum atvinnulífsins á Akureyri. Nefndin hefur sömuleiðis unnið að því að gera nefndina sýnilegri og nýlega sendi út kynningarbréf á öll fyrirtæki í sveitarfélaginu sem samkvæmt kreditinfo eru 718 talsins. Þar var komið á framfæri upplýsingum nefndina, hlutverk hennar. Með þessu vildi nefndin ekki síst sýna vilja til samtals og minna á mikilvægi atvinnulífsins fyrir sveitarfélagið. Atvinnustefna. Eins og fram kom á síðasta stefnuræðu þá hefur nefndin unnið að því á síðasta ári að fara í gegnum verkefni atvinnustefnu Akureyrar 2014 til 2021. Í stefnunni eru fjölmörg og mikilvæg verkefni sem öll hafa það markmið að styrkja og styðja við atvinnulífið og samfélag á Akureyri. Verkefnin í höndum fjölmarga aðila í samfélaginu, þar á meðal hjá atvinnumálanefnd. Segja má að langflest, ef ekki öll verkefni séu farin á stað þó þau séu komið með langt. Sum eru hreinlega lokið en ljóst að sumum þeirra þurfum við að fylgja betur eftir og verður eitt af stóru verkefni þess árs. Mikið hefur verið rætt nefndina mikilvægi opinberrar stjórnsýslu. Og hefur því vinnan við eftirfylgni atvinnustefnunnar verið opnuð og getur hver sem vill opnað borð nefndarinnar inn á trello.com og sé þar stöðu einstakra mála fyrir næstu skref. Þannig teljum við að góða leið til þess að upplýsa íbúa og atvinnurekendur í sveitarfélaginu raunverulega verið að vinna að þeim málum sem svo margir komu að í mót á sínum tíma. Frumkvöðlasetur og Fab Lab. Að okkur vil ég koma á tveimur stórum verkefnum höfum verið að vinna á síðasta ári. Nú loksins komið til framkvæmda. Nú hafa verið tekin stór skref í að koma á fót Fab Lab smiðju á Akureyri. Fab Labi verður hýst í verkmenntaskólanum á Akureyri, FMA, og verður opnað að hausti. Til að vinna því markmiði verður auglýst eftir starfsmanni nú í mars og mun viðkomandi vonandi taka til starfa strax í vor. Að verkefni hafa unnið auk Akureyrarbæjar
Verkefnaskólinn á Akureyri, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar. Nátengt þessu verkefni eitt af verkefni samstarfssamning Framsóknarflokksins, L-listans og Samfylkingar að koma á fót frumkvöðlasetri á Akureyri. Á síðustu vikum hafa verið í gangi samningaviðræður við Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekstur slíks frumkvöðlaseturs. En Nýsköpunarmiðstöð rekur fjölda frumkvöðlasetra, meðal annars í samstarfi við sveitarfélög, Kvikuna í Hafnarfirði í samstarfi við Hafnarfjörð og Garðabæ og setur skapandi greina á Hlemmi og í samvinnu Reykjavíkurborg, og unnið að því að tryggja húsnæði undir starfsemi frumkvöðlaseturs og verður með niðurstaða vonandi komin í það mál á næsta fundi nefndarinnar og í kjölfar hægt að fara í að undirbúa opnun frumkvöðlaseturs. Kynjuð fjárhagsáætlun. Að lokum langar mig að koma aðeins inn á verkefni kynjaða fjárhagsáætlun sem nefndin tók þó til nokkra skoðunar síðasta ári. Nefndin fékk til liðs við meistaranema við Háskólann á Akureyri sem að vinna að greiningu á atvinnulífinu á Akureyri með tillit til kynjaskiptingar stjórnenda fyrirtækja á Akureyri. Niðurstaðan úr því verkefni mun liggja fyrir í haust en nefndin keypti sérstaklega gögn til að nýta í það verkefni frá Creditinfo þar sem meðal annars kemur fram að 718 fyrirtæki eru skráð á Akureyri starfa undir 202 ísatt atvinnugreinaflokknum. Þar eru flestir undir flokknum byggingar, íbúðir, atvinnuhúsnæði, þar á eftir leiga atvinnuhúsnæðis og svo þar á eftir undir flokkum veitingastæðir. Opinber starfsemi þó einnig ábyrjandi hér á Akureyri og bætt í á síðasta ári með flutningi Fiskistofu til Akureyrar. Það starfa nú 9 starfsmenn og búist við að þeim fjölgi 34 á þessu ári. Fleiri jákvæðar fréttir bárust í síðustu viku þegar ríkisstjórnin tilkynnti flutning skrifstofu alþjóðlegu norðurskautavísindanefndarinnar til Akureyrar frá Þýskalandi. Þetta mikil viðurkenning á því starfi sem Norðurslóðanetið og aðrar norðurslóðastofnanir hafa verið að vinna upp á borgum og festir Akureyri enn betur í sessi sem miðstöð norðurslóða á Íslandi. Svo til að enda þetta og jákvæða nótum þá gaman að segja frá því á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki árið 2015 voru 36 fyrirtæki skráð á Akureyri, þar af 1 í Grímsey. Á þessum lista bar akureyska fyrirtæki Samherji hf. Höfuð og herðar yfir önnur fyrirtæki á landinu og vil ég nota þetta tækifæri til að óska forsvarsmönnum Samherja og starfsfólki sömuleiðis til hamingju og sömuleiðis forsvarsmönnum hinna fyrirtækjana 35 til hamingju með þennan glæsilega árangur sem verður vonandi áframhaldandi eins og áður. Góður árangur fyrirtækja á Akureyri grundvöllur þess samfélags sem við höfum byggt hér. Staða fyrirtækja á Akureyri virðist annarra að vera almennt nokkuð góð, kvarta menn helst undan því að fá ekki til sín starfsfólk, þó verður við sem áður að vera stöðugt á tánum yfir því stöðumála og það ætlar atvinnumálanefnd að vera áfram. Atvinnumálin eru víðfeðm og margt sem hægt að nefna, en eftir að hafa reynt að stikla á stærstu málum ætla ég að láta hér staðar numið og ljúka þessari yfirferð í bili. Takk fyrir gott ljóð. Bæjarfulltrúi Matthías hefur lokið máli sínu og tekur nú við stjórn fundarins. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni atvinnumálanefndar, bæjarfulltrúa Matthíasi Rögnvaldssyni fyrir ágætis yfirferð og sérstaklega vil ég nú þakka fyrir það að þessi stefnuræða var komin inn á fundagáttina strax á föstudaginn, þannig að það gafst gott rými til að stúdera. Ég var nú samt aðeins að koma inn á ákveðin atriði sem snúa að þessari stefnuræðu að við höfum hérna eins og fram kom í stefnuræðinni nýlega atvinnustefnu sem að mínu viti bara mjög gott plagg, vel framsett, ígrundað og þar mikið af verkefnum og markmiðum. Þess vegna furða ég mig aðeins á því af hverju það fyrir ekki stærri
hluti af þessari stefnuræðu í að ræða það hvernig við ætlum að vinna að því að framkvæma þessa atvinnustefnu sem liggur fyrir. Því það hefur í raun ekkert verið, hún hefur ekkert verið tekin fyrir öðru leyti en því og hún hefur aðeins verið rædd hér einu sinni áður. Mér finnst líka mörg af þeim verkefni sem rædd eru hérna í stefnuræðunni, bara endurtekning á því sem að við ræddum akkurat á síðasta ári og ræðan svona ber þess merki. Ég vil aðeins leyfa mér, með leyfi forseta, að vitna hérna aðeins í þessa atvinnustefnu. Í samantekt á blaðsíðu 9 þá kemur fram að atvinnustefnan er sett fram í 6 málaflokkum á 3 meginsviðum. Það eru fyrsta lagi virðisaukaandi lausnir, iðnaðar, sjávarútvegur og hefðbundnar atvinnugreinar. Fyrirtæki í öllum greinum sveitarfélagsins verði brautryðjendur í að skapa nýjar virðis- og framleiðni aukandi lausnir. Samkeppnishæfni byggja á þekkingu og færni fyrirtækja og starfsmanna þeirra og nánu samstarfi við rannsókna- og menntastofnanir. Sveitarfélag verði þekkt sem miðstöð rannsókna og þróunar í íslenskum matvælaiðnaði, áhersla verði lögð á bættar flutningsleiðir í flugi og styttingu vegalengd á landi. Þetta er allt mjög mikilsverð markmið í sjálfu sér. Og þannig hefði maður kannski viljað sjá eitthvað, ef við erum að velta fyrir okkur þessum verkefnum atvinnumálanefndar, kannski snúa að þessum þáttum. Nú aðeins varðandi rannsóknir og menntun kemur fram hérna, sveitarfélag verið þekkt sem framsæki menntabæri og byggja á öflugum rannsókn og menntastofnunum sem séu í góðum tengslum við atvinnulíf og nærsamfélag. Þannig laði það að sér metnaðarfull fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Hér höfum við líka verk að vinna sem að ég held að skipti miklu máli. Þó að við höfum eitthvað á rannsóknarstofnunum og eitthvað að koma hérna inn, að þá þurfum við að gera mun betur. Þarna þarf eitthvað að stuðla að frekari ræktun á þessu sviði. Nú svo hér menningu og skapandi greinar sem ég held að hljóti að tilheyra að mestu leyti þá Akureyrarstofu. Það er að segja menning og skapandi greinar stuðla nýsköpun í atvinnulífi og séu samþættar því með öflugum hætti svo sem með eflingu menningartengdra ferðaþjónustu og stofnun menningarklasa, öflugt menningarlíf stuðla og auknu lífsgæðum. Þetta er allt saman frábær markmið og frábær sýn. Svo er rætt hérna annað meginsvið sem er alþjóðatenging og hún fjallar þá að atvinnusvæði sveitarfélagsins mun stækka komandi árum bæði til austurs og vesturs með batnandi samgöngum og opnum markað á norðurslóðum. Sveitarfélagið þarf að nýta möguleika í alþjóða þróun svo sem ferðaþjónustu og takast á við áskoranir á norðurslóðum. Fylgist þarf vel með verkefna þróun og þjónustu þörf og tryggja framboð í samræmi við eftirspurn. Ferðaþjónustu, verslun og almenna þjónustu segir svo Akureyri verði áfram þekkt og kynnt sem einn öflugustu ferðaþjónustu og verslunarkjarni landsins og í forystu á sviði þjónustu menningar. Fjöldi ferðamanna sem komi til bæjarins aukist og tekjur og þeim margfaldist einkum utan á annar. Kemur þar að sjálfsögðu millilandaflugi fyrst upp í huga sem að skiptur okkur alveg örugglega miklu máli. Nú varðandi lífsgæði, þá er nefnt hérna lýðheilsa og heilbrigði og umhverfismál. Akureyri verði fararbrót í lýðheilsu sem heilsueflandi samfélag og taki sérstaklega til þátta eins og umhverfis- og íþróttamála. Þessi þættir byggja á heilsuvitund íbúa og sterkum fyrirtækjum og stofnunum á sviði heilbrigðisvísinda. Hér hefur við stigið vissulega ákveðin skref, bæði bærinn og svo einnig verði að nefna hérna sjúkrahúsið á Akureyri sem hefur fengið fyrsta hlutana þeirri alþjóðlegu vottun sem er mikið og stórt skref og er raun og veru fyrsta heilbrigðisstofnun sem fær slíkt hérna á Íslandi og skapar gríðarlega möguleika til atvinnu uppbyggingar á þessu sviði og ekki síst ef að hér fæst inn beint millilandaflug. Hvar erum við stödd í þessari pælingu? Það er að segja í atvinnumálalegu tilliti. Svo aðeins í stjórnsýslun og stuðningsstofnanir. Stjórnsýslan og stuðningsstofnanir Akureyrar verði virkir aðilar uppbyggingu atvinnulífs bæjarins, byggi það á markvissu samstarfi hagsmunaaðila, skýrum ferlum og framúrskarandi þjónustu. Þarna held ég að við til dæmis eigum eftir að taka okkur heilmikið tak
Og ég hef nú sagt það áður og segi enn að ég tel að stofnun atvinnumálanefndarinnar hafi ekki verið rétt skref til þess að ýta undir og byggja á markviss starf hérna í bænum, vegna þess að ég held að þetta hafi orðið til þess að það varð ákveðið rof í því að framfylgja atvinnustefnunni. En það er mín skoðun. Því ég held að það hafi komið fram hérna í stefnuræðinni að menn að kynna sér hlutina, menn að setja sér inn í og það er bara allt í góðu með það. En hins vegar var búið að eiga sér stað gríðarlegt samráð við aðila, við mótun atvinnustefnunnar og ég velti fyrir mig hvað varðum alla þá vinnu, hvað varðum öll þau vinnugögn sem voru unnið þar. Og ég tel líka að það hafi verið valdi ákveðnu þjónustu rofi á vissan hátt að færa atvinnumála fulltrúan hér upp á 4. hæð í Gíslagötunni. Eins kröftugur og hann er í dag að þá held ég hann hefði verið ennþá betur settur í því hlutverki sem hann var hjá Akureyrarstofu að mörgu leyti. Og ég ætla bara að taka undir það sem framkemur hérna í atvinnumálastefnunni að það sé gríðarlega mikilvægt að við förum að huga því hvernig við getum samhæft vinnu þeirra aðila sem koma að atvinnumálum. Það er atvinnumálafulltrúinn, það er atvinnuþróunarfélagið, það er markaðsstofan, það er Akureyrarstofa, það er Eyþing og það er nýsköpunarmiðstöðin sem er staðsett hérna. Og allir þessir aðilar að koma að þessum málum með einum eða öðrum hætti. Og það er að mínu viti ekki gott að dreifa þessum of. Og ég held að það eigi bara að vera, eins og kemur hérna fram í stefnunni, eitt að bara meginmarkmiðunum núna á næsta ári og þessu ári að reyna að koma þessum aðilum einhvern veginn í meira og betra samstarf. Hvernig svo sem við förum að því, hvort það er með því að koma öllum á einn stað og gera þetta samstarf markvissara. Ég saknaðist líka á blaðsíðu 10 í atvinnustefnunni, þá er talað um stefnu, markmið og aðgerðir og það kemur með berlega þar í ljós að, og er sett á blað hér, að næstu skref fela því í sér forgangsröðun verkefna, myndun hagsmunahópa og ítarlegri tíma, áfanga og kostnaðargreiningu. Ég sé ekki að þessi vinna sé hafin. Þið leiðréttið mig ef að það er rangt hjá mér. Ég tel bara þetta svona kannski dæmi um það sem við þurfum að gera í meira mæli. Ég svona hef tilfinningu fyrir því, hvort sem að það er rangt eða rétt. Ég ætla ekki að dæma alveg um það, að það er allavega tilfinningi mín, að við séum ekki að vinna markvisst eftir stefnunni, allavega ekki gegnum atvinnumálanefndina. Ég ætla ekki að fullyrða það með Akureyrarstofu. Það er þó verið að vinna mörgum verkefnum sem hér koma fram, bæði markmiðum og aðgerðum sem tínd eru til í atvinnumálastefnunni. Ég hefði gjarnan viljað sjá semst í þessari stefnuræðu svona, hvað er það stödd, hvert ætlum við, núna bara næstu mánuðina. Og það er svona ákveðið áhyggjuefni í öllu þessu ferli að við tölum hérna um að við viljum byggja sinsett atvinnulífið á aukinni menntun og það er bara alveg rökrétt að gera það. En á Akureyri eins og staðan var í október, þá voru 27% þeirra sem voru atvinnulausir voru með háskólamenntun. Það finnst mér dálítið merkilegt í sjálfu sér, í háskólabænum. Og það kannski segir okkur það að þarna kannski þurfum við líka að taka, þarna eru kannski tækifæri. Þess að við erum með fólk, það hefur líka komið fram að fyrirtæki í bænum þau bjóða upp á störf, en kannski passa þessi hópur ekki inn í þau störf og það er verið að leita leiða til að fá fólk hérna til Akureyrar. Og mér minnir að ég hafi nú nefnt það í umræðum stefnu Akureyrarstofu daginn að það hafi nú komið fram að menn jafnvel standa frammi fyrir því að fólk sé að líkja Akureyri við Síberíu, þar að segja það sé eins líklegt að fá fólk hingað eins og fá það til Síberíu. Og í þá samlíkingunni þeirri að menn viti bara ekki Akureyri og fyrir hvað það stendur annað en að það er snjóriðna, hugsanlega.
Þetta náttúrulega sko kannski verkefni líka sem hlýtur að þurfa að tengja sko atvinnustefnunni. Við þurfum að fá fólk í bæinn í þau störf sem standa til boða. Og miðað við þá fjölgun íbúa sem að virðist hafa orðið á síðasta ári, að það hafi verið hér í janúar 18.105 íbúar og núna 3. janúar á þessu ári, að þá eru orðnir 18.301 þeim hafi fjölgað 196 eða rétt ríflega 1%. Í bæ eins og Akureyri með eins mikla og sterka innviði eins og hann og skiptir okkur máli að við fjölgum íbúum töluvert til þess að nýta þessa innviði betur. Við erum með fullt af plássi í skólanum, bara sem dæmi, sem við getum nýtt betur. Og það á margan hátt hagkvæmt fyrir bæinn að gera það. Svo langar mig svona bara í lokin, ég nú búin að fara vítt og breytt í þessum málum, en lykilatriði samt sem áður það að ég legg mikið upp úr því að við vildi gjarnan sjá og við tilbúin til að taka þátt í því að við vinnum svona markvissar í anda þeirra stefnu sem liggur hérna fyrir. Að á blaðsíðu 28 í stefnunni talað sviðsmyndir atvinnulíf Akureyrar árið 2030. Og þær eru 4. Það er í fyrsta lagi iðnaðarbær. Árið 2030 var Akureyri ímynd hins endurreista iðnaðarbæjar. Það er höfuðborg í norðri. Árið 2030 var Akureyri ótvíræð höfuðborg hins nýja norðurs. Það er grænn og sjálfbær ferðamannabær. Árið 2030 var Akureyri vinsæll og þekktur heilsárs ferðamannastaður með fjölbreytta afþreyingar og menningarstarfsemi. Og síðan háskóla og tæknibær. Árið 2030 var Akureyri háskólabær og tæknibær með sterkum alþjóðablæ. Ég get alveg sé sjálfan minn í þessari myndi að mér finnst þetta bara mjög freistandi mynd að mörgu leyti og ég held við eigum að vinna markvisst að því að reyna að ná þessari svona framtíðarsýn. Ég held við séum að ágætri leið að mörgu leyti eins og með grænan og sjálfbæran bæ. En við þurfum ákveðin stuðning til að takast á við það að fjölga ferðamönnum, sérstaklega hérna á veturnar, en ég veit líka að margir íbúar hafa áhyggjur af því að fjölga ferðamönnum hérna of. Og tala það að þurfa að byggja upp innviði, það er sjálfsagt alveg hárrétt. Og þá þurfum við líka að leggjast í það. En svona rétt í lokinu þá ætla ég bara að endurtaka það. Við eigum hérna merkilega atvinnustefnu og ég hefði viljað sjá miklu meira af inn í þessari stefnuræðu þar sem við erum að marka okkur svona sýn til framtíðar eða verkefni núna næstu 1-2 árin. Ég ætla líka að taka það fram að mér finnst atvinnumála fulltrúi hafa staðið sig mjög vel í sínu starfi. Ég vil bara þakka henni fyrir það. En ég held að við séum að mörgu leyti líka að ofhlaða atvinnumála fulltrúan verkefni. Og ég held við þurfum að hafa það kannski aðeins í huga og það er kannski ekkit endilega allt verkefni sem snúa að atvinnumálum. Ég held að ætlum að gæta okkur ekki því. En aðeins brothættar byggðir af því að það er nú komið töluvert inn á það hérna. Sko, við erum með verkefnislið í brothættar byggðum þar sem að ég sit fyrir hönd Eyþings, forseti bæjarstjórnar fyrir hönd bæjarins og síðan eru fulltrúar íbúa, það eru fulltrúar atvinnuþróunarfélagsins, það eru fulltrúar byggðastofnunar og síðan er ráðinn þarna ráðgjafi og þetta verkefni í sjálfu sér í ákveðnum farvegi og ég svona velti fyrir mig hve miklu tíma atvinnumála nefndin á að vera eyða í þessa umræðu nema að það sé eitthvað sem tengist á beint einhvers konar framkvæmdum. Ég hef minntist á þá fundi með þingmönnum sem ég satt daginn með stjórn Eyþings og SSA á Austurlandi að brothættar byggðir, ef þetta verkefni á að skila raunverulegu verki, þá þarf það fleiri bjargir.
og miklu meiri bjargir. Eins og þetta í dag að þá erum við með í verkefninu 5 milljónir fyrir ráðstöfunar á ári sem sáralítið fé ef við erum að hugsa þetta sem einhvers konar úrræði til að koma þessum byggðarlögum aftur á vaxtarbraut. En við reynum náttúrulega að gera þetta eins vel að hægt og það sem kosturinn við það verkefni hvað mikið lagt upp úr því að vinna með íbúunum sjálfum í því að breyta því umhverfi sem orðið Og kannski getum við nýtt okkur það einhverju leyti í þessari vinnu með atvinnumálinu á Akureyri. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni atvinnumálanefndar, bæjarfulltrúa Matthíasi Rögnvaldssyni fyrir ágætis yfirferð á ansi víða miklu málefni. Það afar ánægjulegt að heyra að vinnan sem lögð var í með brothættar byggðir sé að skila sér. Enn mikil vinna framundan en fylgja þarf eftir vinnunni eins og formaður atvinnumálanefndar kom hérna inn á, þá eru verkefnin mislangt komin. Það hefur komið fram hér í bæjarstjórn áður og formaður atvinnumálanefndar kom einnig inn á hér áðan að það er mikilvægt að skoða starfsemi félaga eins og Eyþing, Atvinnuþróunarfélagsins, Markaðsstofu Norðurlands, Akureyrarstofu og atvinnumálanefndar, hvort verkefni séu einhvers staðar þar sem skarast og hvort hugsanlega mætti horfa til meiri samvinnu eða hugsanlegra sameiningar. Við erum að setja fjármagn þarna inn svo það væri gott að horfa til þess hvort möguleiki sé á að vinna verkefnin í meiri sameiningu en áður hefur verið gert og jafnvel hvort að sé hægt að hafa þau á einni hendi í staðinn fyrir margra og þar með gera starfi jafnvel enn markvissara. En það var gerð könnun hérna fyrir nokkrum árum síðan meðal sveitarstjórnarmanna sem kom fram mikill vilji til þess að skoða þetta nánar. En eins og kom fram í ræðu formanns þá eru haldnir fundir með samtökum í atvinnulífinu á Akureyri en samráðsgrundvöllur þessara aðila, meðal annars atvinnulífs, skólakerfis og sveitarfélaga, var einmitt eitt af áhersluatriðum margra flokka í kosningunum. Og ég tel að samtalið sé afar mikilvægt og þurfum jafnvel að gera í meira mæli en við gerum. Formaður kom einnig inn á aukið upplýsingaflæði til íbúa með hvað hætti hægt sé að upplýsa bæjarbúa gangmála og hvernig atvinnumálanefndin sér það fyrir sér að gera það. En ég tel að afar mikilvægt að hafa gott aðgengi að hvers konar upplýsingum. Þá ég ekki einungis að tala fundargerðir og gögn sem fylgja fundargerðum, heldur mikilvægi þess að við sinnum þjónustuhlutverkin okkar vel. Að upplýsingar til dæmis hvert á að snúa sér ef fólk vill stofna fyrirtæki, hvað og hvar á að sækja hinni ýmsu leyfi og svo má áfram telja. Það afar mikilvægt að sveitarfélagi taki vel á móti þeim sem að vinna að stofnun fyrirtæki á Akureyri, en þetta einmitt eitt af þeim atriðum sem ég veit að hefur verið rætt í atvinnumálanefndinni. FabLab-verkefnið, mér finnst afar ánægjulegt að þetta sé að verða veruleika. Þetta mjög spennandi verkefni sem sýnir að þegar sterkir aðilar taka sig saman þá hægt að gera ýmislegt. Og það verður virkilega áhugavert að fylgjast með hvernig þetta fer af stað. En ég var eins og margir aðrir afar ánægð að heyra þegar ríkisstjórnin tilkynnti flutning skrifstofu alþjóðlegu Norðurskauts vísindanemndarinnar til Akureyrar frá Þýskalandi. En þetta verður til þess eins og bæjarfulltrúi Matthías kom inn á hér áðan að efla norðurslóðanetti enn frekar og aðra norðurslóðastofnanir sem hafa verið að vinna upp á borgum og festir Akureyri enn betur í sessi sem miðstöð norðurslóða á Íslandi. Það var aðeins komið hér inn á atvinnustefnu Akureyrarbæjar sem vel unnið plagg og heilmikil vinna var lögð í. En þar meðal annars komið inn á lýðheilsu, heilbrigði og að umhverfismál verði fararbrodd í lýðheilsu sem heilsueflandi samfélag. Því finnst mér afar ánægjulegt að geta sagt frá því hér að gengið hefur verið frá samningi við embætti landlæknis að Akureyri verði heilsueflandi samfélag. Verkefnið hefur farið hægt af stað en í ár ætlunin að taka saman það sem vel gert hér í bæ í þessum málum og falla að stefnunni auk þess sem sett verða markmið hvert við viljum stefna. Í atvinnustefnunni kemur fram að kanna skuli möguleika á að byggja upp sérhæft nám í íþróttafræðum, íþróttakennslu og tengdum greinum innan sveitarfélagsins og skoða að verði leið til að samþætta nám og afreksíþróttir. Ég fagna því ætlun Háskólans á Akureyri að bjóða upp á íþróttafræði sem kjörsvið en námið meðal annars hugsað til að koma til móts við kröfur samfélagsins auk þess sem það styrkir íþróttastarf hérna í bænum.
Íþróttaráð tók þetta fyrir á fundi sínum og lýsti yfir vilja sínum til samvinnu varðandi nýtingu íþróttamannvirkja í bænum. En íþróttastarf fléttast á margan hátt inn í menningu og atvinnuhætti. Aukin þátttaka í íþróttum, fjölbreytni íþróttastarfsins og vaxandi kröfur menntun og fagmennsku í þjálfun og stjórnun skipulags íþróttastarfs sem og almenningsíþrótta hefur haft í för með sér aukningu stöðugilda í íþróttastarfinu. Atvinnumennska í íþróttum orðin raunhæfur starfsvettvangur íslenskra íþróttamanna og getur í sumum íþróttum reynst talsvert tekjulind fyrir íslensk íþróttalið. Árið 2012 voru til að mynda 140 íslenskir knattspyrnu, handbolta og körfuboltamenn sem hefðu atvinnu á því að spila íþróttir í fullorðinsdeildum erlendis. Auk þeirra starfa nokkrir tugir íslenskra þjálfara við þjálfun erlendis, sem og þá fjöldi íslenskra leikmanna á samningi hjá yngri liðum erlendra félaga víða um heim. Og þá ekki upptalin stöðugildin hér heima sem eru talsvert fleiri, en í 3 fjölmennustu íþróttafélögum Akureyrarbæjar starfa 150 þjálfarar samtals. En ég tek fram að það ekki full stöðugildi. En samtals má gera ráð fyrir íslenskir atvinnumenn og atvinnuþjálfarar í íþróttum, þá aðalega verið að tala handbolta, knattspyrnu og körfubolta, séu á bilinu 200 til 300 talsins. Þannig að það má með sanni segja að íþróttahreyfingin komi sterk inn í atvinnumálin hér á Akureyri. En að lokum vil ég óska þeim 36 fyrirtækjum hér á Akureyri innilega til hamingju með titilinn framúrskarandi fyrirtæki. Vel gert. Takk fyrir mig. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Edvard Hákon, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúi, ég þakka Matthíasi Rögnvaldssyni fyrir ágætt yfirferð á atvinnustefnunni. Sem liggur fyrir að það af mörg að taka og það margt að segja þetta eins og gengur. Þetta breiður og mikill málaflokkur. Ég svo lánsamur að hafa tekið þátt í núna 2 kosningabaráttu fyrir í sveitastjórnarkosningum fyrir þennan bæ og bæði skiptin hafa atvinnumálin verið nokkurn veginn efst á baugi og menn tala fyrir því að nú þurfum við að gera eitthvað í atvinnumálum, og koma einhverjum hlutum í gang og svona skurka á þetta. Í bæði skiptin hafa orðið til nefndir og í fyrra tilfellinu var eins og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi hv. fór yfir búið til nokkuð vandað samráð þetta sem að ég svolítið sé ekki alveg hvað varð eins og hann benti á, og núna sé hins vegar núna eru fleiri hugmyndir af ýmsum toga á þessu breiða sviði og ég velti svolítið fyrir mér síðan hvert við förum síðan áfram með þær. Hver til dæmis rauði þráðurinn í þessum hugmyndum, hvert leiðarljósið og sýnin þá fyrir atvinnumál í bænum almennt, sem sagt, svona með, hvað ég segja, nokkuð hnitmiðum og kjörnuðum hætti. Svo ég fari nú onni í einstök mál sem að hérna hafa verið viðruð og í framsögu bæjarfulltrúa Matthíasar, þá nefndiru Grímsey og það er uppbyggingu sem þar vonandi í gangi. Þar hefur nú ekkert gert ennþá og mér finnst ansi mikill dráttur á því máli öllu. 6 mánuðir liðu frá því að tillögur urðu til sem voru vel mótaðar og unnar af miklu kappi hér á vordögum en fóru síðan inn til ríkisstjórnar og eiginlega bara, já, voru þær í 6 mánuði og svo komu nánast sömu tillögur tilbaka og eins og ég segi, enn ekkert búið að gerast. Ég hef svolítið áhyggjur af þessu að það sé kannski svolítið úr höndum okkar að hafa áhrif á okkar eigið sveitarfélag. Þurfum við að leita eitthvað annað og svo það gerist ekkert annar staðar frá. Ég vil bara ítreka mér eftir að vera dráttur á því öllu saman. Mér finnst það ekki gott. Ég fagna áherslunum sem við lögðum hérna fram á kynjaða fjárhagsáætlanagerð og yfir höfuð þar að segja að hafa kynjuð gleraugu á atvinnustefnu og atvinnulífi almennt. Þar að segja þær aðgerðir sem við grípum til eflingar atvinnustarfsemi og atvinnulífs í bænum, hvaða áhrif þau hafa á kynin ólíkt. Hverjum eru þá raunverulega aðgerðirnar okkar að gagnast? Það kallum eða konum. Að samanskapi finnst mér líka að rýna mætti betur í stöðu atvinnulífsins í bænum. Með nákvæmlega sama hætti eins og var nú farið af stað með hérna held ég einhver tíman fyrir einhverjum árum að reyna að rýna svolítið í stöðu atvinnulífsins, hvert atvinnulífið að fara og hér var talið upp þau fyrirtæki sem í bænum, 718 fyrirtæki skráð á Akureyri í 202 ísatt atvinnugreinaflokkum sem stórgott og vel, en hverjar eru væntingar þessara fyrirtækja? Hvert eru þau að fara, á hvaða leið eru þau og hver hinn raunverulega starfsemi þeirra? Vegna þess að ég tel að þeir sem reka þessi fyrirtæki eru í langbestum færum til að segja okkur hvar framtíðartækifærin liggja. Þeir eru á gólfinu, skulum við segja, þeir sem það starfa.
Þannig að þetta er svona kannski svolítið skrefið að taka, hver er væntingar þeirra og greina það og hver stefna þau og það kemur inn á það líka að bæði eru þá starfandi fyrirtæki hérna í bænum með ákveðnar áherslur og sýn á framtíðina og svo eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason benti á, hér ansi stór hópur atvinnulausra með háskólapróf, fólk sem virðist vera búin að mennta sig, með hugmyndir, með eitthvað í maganum jáfnvel, fullt af tækifærum, en einhvern veginn ekki að ná gripi með það, ekki að ná fótfestu með það. Hvort sem það eru störf sem að einhver ætti að sjá þeim fyrir á vegum hins opinbera sveitarfélagsins eða einhver fyrirtæki hér í bæ, eða einfallega að fá einhvers konar mótspyrnu eða grip til þess að skapa sér sín eigin tækifæri. Og í þessu samhengi ég óttalega orðinn hrifinn af borgaralaunum og svoleiðis nokkru, það kannski allt önnur umræða. Það til þess að fólk fái svigrúm til þess að skapa sín tækifæri. Þannig að ekki þurfum við endalaust öll að vera að sjóða sömu súpuna eða hvað. Nú, hér var nefnt Trello-borðið sem ég einmitt búin að kíkja á, sem mjög áhugavert, og þar sá ég taldi ég allavega út 47 hugmyndir af ýmsum toga og þar svona berhæðst, það kemur þarna fram nokkur þemu sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson taldi upp eins og áherslu á lýðheilsu sem að ég tel mjög vel, samstarf og samráð við menntastofnanir og rannsóknarstofnanir sem líka frábært og mikið í raun og veru samtal samráð, að allir ættu nú að setja saman og tala saman. Og það er stór gott og ég fagna alltaf samráði, en ég velti aðeins fyrir mér samræmingu hugmyndina og uppsetningun á þeim og aftur kem ég að þessu með rauða þráðinn og leiðarljósið og sýnina, hver er kjarnin í þessu. Og ég spyr þá kannski bara þá að fá í sig minni, er það næsta skref kannski í greiningu að reyna að draga fram þennan rauða þráð, finna kjarnan? Eru við skólabærin Akureyri sem ætlum að byggja á menntun og frumkvæði íbúana til þess að skapa sér ný og önnur tækifæri, eða eru við iðnaðarbærin Akureyri sem ætlar að efla þá starfsemi fyrirtæki sem hér eru í iðnaði og til dæmis á matvæliðnaði? Ég meina spurningu líka Trello-borðið, nú veit ég það að við borgum fúlgur fjár fyrir One Portal og alveg voða fína hugbúnað hérna inn í tölvunum okkar sem allir eru að nota, en Trello-borðið held ég einhvers konar deilihugbúnaður ef ég man rétt og var ekkert hægt að nota af þessum fína dýra hugbúnaði sem við eigum til þess að gera eitthvað sambærilegt eins og Trello-borðið að gera. Ég kannski spyr mér vísari menn tölvumál bæjarfulltrúa Matthías slíkt. Já, mikið samráð, þetta var breytt við, já, eins og ég nefndi, og ég finnst mjög ánægjulegt að hér sé horft hérna mikið til Háskólans á Akureyri, enda svo sem ekkert skrítið, það mjög öflugur vinnustaður, rétt eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason benti á með spítalann, mjög öflugir og framsæknir vinnustaðir sem bjóða mörg tækifæri fyrir fólk. Þar hins vegar höfum við sorglegt dæmi það hvernig við getum misfarið með tækifæri sem varðar samlegð þeirra örfáu einstaklingar sem eru kannski að brasa í sömu hlutunum í þessum bæ, sem nú ekki stór, svona minn ykkur á aftur. Það eru borgir. Húsnæði sem situr tómt. Húsnæði sem fólk búið að hrökklast í burtu frá og meðal annars fólk sem í orkugeiranum, nýsköpun í orkugeiranum og annað eins og hefur rætt víðar, ekki lengur þarna á staðinu. Sú gerjun sem átti að eiga sér stað á þeim vettvangi ekki eiga sér stað, allavega ekki á vettvangi háskólans. Sú gerjun sem átti að eiga sér stað á vettvangi tölvunarfræði í borgum ekki eiga sér stað. Út af því að þarna gerðu menn alltaf skelfileg mistök í tengslu við byggingu og samninga í kringum það hús. Við getum ekkert gert í því og ég ætla ekki að benda á neitt hér inni í því samhengi alls ekki, en getum við lært eitthvað af þessu? Jú, við skulum læra það af þessu að við skulum ekki láta eins bjánalega hluti eins og steinsteypu þvælast fyrir því að fólk geti unnið saman. Og því miður það nú þannig, það nú ekki því miður, það bara þannig að til að fólk geti unnið saman þá best að hafa það undir sama þaki. Og það kemur kannski inn á þann punkt sem búið að nefna hér og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi og vitnaði til orða Unnars Jónssonar hjá Eyþing að hvernig við ættum að leggja saman Akureyrarstofu, AFE, NFN, Markaðsstofu Norðurlands og Nýsköpunarmiðstöðina og starfsmenn og atvinnumála hér í bæ. Ég sé, þetta eru bókstaflega 10 manns, bókstaflega, sem eru á öllum þessum vettfangum að vinna í raun og veru sömu hlutina fyrir okkar bæ. Þessir 10 ættu bara að vera á einum og sama staðnum og ef einhver þarf að borga leiguna eða einhver vil gera vesen úr því þá bara leysum við það. Við finnum það. Kaupfélagshúsið, Rósenborg, þetta hús, ég reynda með hugmyndir þetta verið hótel en það önnur saga, kom inn á það seinna og ýmislegt annað. Allt í lagi. Talandi kannski aðeins ferðaþjónustuna, ég ætla fyrst að fara í smá praktík. Tvö mál sem ég langar til að reisa hérna upp sem nefndir hér á lokametrum ræðunar. Bæjarfulltrúi Matthías nefndi það að ríkisstjórnin hafi tilkynnt flutning skrifstofu alþjóða norðurskautsvísindanefndarinnar til Akureyrar frá Þýskalandi. Ég vildi óska að svo væri,
En fulltrúi okkar í Norðurskautsvísindanefndinni, hann Þorsteinn Gunnarsson, mun fara til Alaska í næsta mánuði og leggja fram tilboð ríkisstjórnarinnar sem vissulega ákaflega rausnarlegt, en þetta ekki í hendi, þó ég vona sannarlega að það sé og verði í hendi, en það var ekki alveg í hendi. Það kemur í ljós eftir svona 6 vikur þegar við fáum svör við tilboði okkar sem verður lagt fram í Alaska Fairbanks í næsta mánuði, þessu mánuði fyrir ekki mars. Þannig að það er bara svona praktískt, þannig að það sé á hreinu að menn gerir sér ekki ofmikla væntingar þarna þó að þetta sé vissulega fagnaðarefni ef að verður. Annað sem er kannski ekki skemmtilegt að ég nefni hérna, það er þetta með kreditinfo og framúrskarandi fyrirtæki. Auðvitað eru frábært að 36 fyrirtæki af þeim 682 sem hlutu séu hér á Akureyri. Það er algjörlega frábært. Þeir tala það að það séu starfandi 35.842 fyrirtæki á landinu sem eru þarna í hlutafélagsskráni sem koma hann undir. Þannig að þetta eru 2% fyrirtækja sem eru þar af, en sem sagt 5% af öllum fyrirtækjum eru á Akureyri. Það er frábært. En hvað er framúrskarandi fyrirtæki? Hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi? Nú með leyfi bæjarforseta að þá má langar mig til að vitna hér í síðu kreditinfo. Það er að hafa skilað ársreikningi til ríkisskattstjóra síðustu 3 árin. Gott. Minna en 0,5% líkur á alvarlegum vanskilum. Að sýna rekstrarhagnað EBITDA í 3 ár í röð. Ársniðurstaða sé jákvæð 3 ár í röð. Að rekstrarformið sé EHF, HF eða samvinnufélag. Eiginfjárhlutfall sé 20% eða meira 3 ár í röð. Að eignir séu 80 milljónir eða meira 3 ár í röð, skráður séu framkvæmdastjóri hlutafélagaskrá og vera virt fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu kreditinfo. Þetta eru einfallega sem sagt 9 kriteríur sem gefa til kynna hvort fyrirtæki er framúrskarandi eða ekki. Það er engin fremstur meðal jafningja þarna. Þannig að þess vegna finnst mér skrítið að nefna þessu svo að Samherji beri hér höfuð og herðar yfir önnur fyrirtæki í landinu. Þau eru öll að ganga inn á sömu kriteríunum. Ekki svo að skilja að ég hefi nokkuð á móti Samherja og finnst það frábært og öflugt og mikilvægt fyrirtæki hér í bæ, en mér finnst þetta frekar skrítið orðalag hérna í þessu samhengi. Það eru öll 36 fyrirtæki sem eiga hérna heiður skilin alveg til jafs, vegna þess að öll eru þau búin að stýna það að þau standa sig mjög vel í rekstri samkvæmt þessum skilgreiningu sem ég taldi upp hérna áðan. Síðan má kannski nefna það í þessu samhengi að menn tala kannski furða sig á hvað þetta eru fáfyrirtæki, en þá get ég nefnt í ljósi nýjustu fyrirtækjatölfræði Hagstofunnar að 24.000 fyrirtæki á landinu hafa færri en 5 starfsmenn og eru þar alveg ólíklega með eignir meir en 80 milljónir og svo framvegis. Þetta er svona frekar mjög smá fyrirtæki og þau sem hafa vaxið hvað mest á undanförnum árum á Íslandi eru þessi örsmáu fyrirtæki, sérstaklega með vexti ferðaþjónustu. Þannig að það er ekkert skrítið að þetta séu svona tiltölulega fá fyrirtæki sem þarna falla undir. En bara ég vildi nefna þetta, mér finnst þetta skrítið orðalag, þessi 36 fyrirtæki á Akureyri báru höfuð og herðar yfir, já þá hín 35.842 sem ekki náður að standa sig allavega hvað þetta verður. Nefna það. Og þá að síðustu kannski að nefna aðeins hérna tvennt varðandi ferðaþjónustuna. Ég rak augun í áhersluna á norðurslóðamálin sem auðvitað vel. Hins vegar geldi svolítið varhug við áherslu á norðurslóðirnar sem einhvers konar vettfang tækifæra til námu eða olíuvinnslu. Eins og kemur fram í einum að Trello-punktinum góða að það var nú sagt hérna að eitthvað hafi nú tafist í málunum vegna sjónarmiðum náttúruvernd. Ég hjó svona þess eftir þessu, já einmitt, það er kannski akkurat kjarni málsins. Norðurslóðirnar eru nú akkurat síðasta svæði okkar hérna á plánetunum fyrir kannski Suðurskautslandið sem eru tiltölulega ósnortin og það er verðmæti í sjálfu sér að halda því þannig. Og við eigum kannski ekkit endilega að vera að stökkva of hratt á vagna eins og Fáfnir Offshore eða Fáfnir Viking eða annur sambærileg dæmi, spreðandi fé í bransa sem við höfum nánast ekkert vit á, til að mynda olíuvinnslu, til að mynda námuvinnslu. Þarna höfum við enga fagþekkingu, svo gott sem, nema þá kannski í tæknilegum úrvinnslumálum, einstaka tæknilegum úrvinnslumálum, en við erum hins vegar ansi gjörn á að stökkva þarna inn með mikið vit. Ég hef töluverðar áhyggjur af því að við séum að ganga svolítið langt þar og geld varhug við því. Hins vegar eins og ég nefni, norðurslóðirnar eru þá síðasta svæði á Suðurskautslandinu sem eru þessi ósnortum svæði. Við eigum tækifæri til þess að hengja okkur með norðurslóðunum, Ísland tilheyrir vissulega þessum norðurslóðum, sem einhvers konar vettfangur upplifunar, rannsókna og stúdýringar á eðli og gildi þessa svæðis frá miklu meiri sjónarhorni heldur en bara auðlindanýtingar. Og þar höfum við tækifæri vegna þess að fagþekkingu höfum við sannarlega á einu sviði hér á Íslandi og það er flugrekstur og það er ferðaþjónusta. Hér höfum við rekið flugfélag á Akureyri núna í rúmlega 75 ár, flugfélag Íslands er hér enn til húsa með sitt varnarþing, Norrland og svo framvegis. Við getum þjónusta þetta svæði gagnvart ferðamönnum, gagnvart rannsóknum, við þurfum bara hins vegar að horfa á okkur sem hluta af því.
skoða okkur sem heild þessara norðurslóða. Og þá er ég til dæmis að horfa á millilandaflug á Akureyri, en ekkert endilega millilandaflug sem kemur okkur beinustu leið til London eða beinustu leið til Kaupmannahafnar. Heldur millilandaflug sem tengir kannski saman Norður-Atlantshafi meira og setur okkur í samhengi með okkar næsta granna í vestri og austri, Færeyingar, Norðmenn, Grænlendingar, jafnvel kannski aðeins yfir til Nýfundaland sem vel vill, eða Skotland. Þetta er okkar svæði. Þarna er líka tiltölulega eðlilegur massi af fólki í samhengi við 18.000 manna byggðarlagið Akureyri sem við getum skapað okkur meiri tækifæri úr. Ég ætla að legg fram þessa sýn svona til hliðar við svona Fáfnir offshore ævintýri og annað sambærilegt sem þarf alltaf að hlaupa á 100 milljarða. Ég ætla ekki að hafa meiri orð núna, þakka aftur fyrir fína framsögu stefnuna og minni á þær spurningar sem ég svona lagði aðeins inn. Takk. Þetta Hákon Hubens bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Dagbjört Elín Pálsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Matthíasi formanni atvinnumálanefndar fyrir góða skýrslu starfs atvinnumálanefndar. Ég vil taka undir með formanni atvinnumálanefndar að við þurfum að skoða hvort við sem að nýta fyrir bæjarins sem best í þessi stuðningskerfi atvinnulífsins eins og atvinnuþróunarfélagið, markastöðu Norðurlands, flugklassans og hvort að við getum ekki nýtt þetta frábæra starfsfólk enn betur. Eitt mikilvægasta verkefni okkar í að bæta lífsgæði íbúa hér á svæðinu er opnun millilandagáttar. Aukin lífsgæði er aðdráttarafl fyrir starfsmenn sem hefðu áhuga á því að flytja til Akureyrar og þá nýja íbúa. Ekkert hefur enn gerst hér en við fáum fréttir reglulega að ný flugleið er opnuð frá Keflavík en nýtt flugfélag ætti sér að fljúga til Íslands. Ég spyr bæjarfulltrúa Matthías hvort Akureybær komi eitthvað að því að hjálpa til við að lokka flugfélagið til sveitarfélagsins eða er þetta bara í höndum stuðningskerfanna? Ég vil lýsa yfir ánægju minni með opnun frumkvöðlaseturs og Fab Lab í VFMA en við þurfum sérstaklega að horfa til iðn- og verkmenntunar og styðja þetta við það greinar í verkmenntaskólanum. Ég vil að lokum hrósa atvinnumálanefndinni og þá sérstaklega bæjarfulltrúa Sólu Björk fyrir það varð hlutverk sem nefndin sýndi þann 1. júlí síðastliðinn þar sem nefndin gagnrýndi að í auglýsingu á vegum námsmatsstofnunar þar sem 11 ný störfráðgjafa og teymistjóra í tilefni af innleiðingu aðgerða til eflingar læsis var gert ráð fyrir að störfin væri öll staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin minnti þar á að störfin væri öll staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin minnti þar á 3. grein þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árið 2014-2017 þar sem fram kemur það markmið að stuðla verða fjölbreyttum atvinnutækifærum allt land með dreifingu starfa á vegum ríkisins. Aðgerðir til þessa séu meðal annars að stefnt verði að því að á gildistíma áætlunar snúist fækkun opinberra starfa utan höfuðborgarsvæðisins í fjölgun með nýjum verkefnum eða tilflutningi verkefna. Þetta verkefni hefði verið einboðið í að hluti starfsfólksins sé staðsettur á landsbyggðinni í námunda við þá nemendur, kennara og skólastjórnendur sem eru þáttakendur í verkefninu. Áfram svona, við þurfum öll að vera í því að berast fyrir hagsmunum sveitarfélagsins og fagna í þessu frumkvæði atvinnumálanefndarinnar. Takk fyrir. Dagbjört Elín Pálsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag er einmitt hinn alþjóðlegi hrósdagur að mér skilst og ég á ekki í neinum vandræðum með að hrósa formanni atvinnumálanefndar, Matthíasi Rögnvaldssyni, bæjarfulltrúa, né nefndinni sjálfri, þar á meðal mér, og verkefnastjóra atvinnumála Albertínu Elíasdóttur. Þetta er allt bara einstaklega flott og duglegt fólk með hugsjónir sem að ég virði mjög. Að því sögðu að eins og ég hef áður komið inn á að þá hef ég mínar efasemdir varðandi atvinnumálanefndina sem slíka. Hennar hlutverk og hverju hún getur áorkað. En rétt eins og ég hef sagt líka áður að ég er öll til í að gefa henni séns. Atvinnuþróun og nýsköpun eru einhver áhrifaríkustu tæki sem að við höfum í okkar höndum
til þess í rauninni að styrkja búsetu hér á svæðinu og vinna gegn atvinnuleysi. Og því ætti það eðlilega og að vera forgangsmál fyrir okkur að stuðla að aukinni atvinnuþróun, styðja við nýsköpun, styrkja búsetuskilyrðin í okkar nærumhverfi. Án íbúan okkar að þá væri eðlilega engin Akureyri. Í mínum huga aðalhlutverk okkar sem sveitafélags að skapa þessa umgjörð, að vera með samkeppnishæfa skóla, vera með góða velferðarþjónustu, góða samgöngur, menningu, listir, vel skipulagða byggð. Að mínu mati eigum við að vera leiðbeinandi fyrir það fólk sem vill koma hingað og fyrir þá sem nú þegar eru hér. Ég hef svo oft heyrt talað í rauninni fólkið sem vill koma aftur heim, fólkið okkar sem veit hvað það hefur hérna á Akureyri. Og þar í rauninni komum við svolítið inn og það sem áður hefur komið fram hjá bæjarfulltrúum sem hafa talað hérna undan mér, að okkur skortir svolítið þessi sérfræðistörf. Fólk fer héðan og mentar sig, jafnvel erlendis eða í Reykjavík, og langar að koma tilbaka hingað í samfélagið með börn, maka, jafnvel, en getur það ekki, af því að það jafnvel ekki atvinna í boði. Og eins finnst mér líka mjög áhugavert að fylgjast með því eins og bara í mínu tilfelli, að núna ég að vinna með starfsfólki sem að mörg þeirra að flytja hingað frá höfuðborgarsvæðinu, og þau eru ekki búin að vera í langan tíma, nokkra mánuði jafnvel, og þau eru öll einhvern veginn farin að tala þessa kosti sem að við höfum hérna á Akureyri, eins og bara stuttar vegalengdir, svona einhver svona almenn atriði sem að við kannski erum ekkert að hugsa út í á hverjum degi, en sem að þau bara kunna virkilega að meta, að geta verið bara 5 mínútur á leiðinni úr vinnu og heim til sín og geta farið upp í fjall bara á 10 mínútum. Þannig að þetta eitthvað sem að við eigum að markaðsetja okkur út á. Við erum svona sveitafélag og það ég man eftir að hafa heyrt þetta líka þegar Saga Capital kom hérna á sínum tíma, að þar var að koma starfsfólk sem hafði einmitt unnið í svona miklum asa og öðru, að þau töluðu það að sá frítími sem að þau síðan fengu, að hann nýttist miklu betur, því þau voru ekki að nýta sinn frítíma í að skutlast líka í landsfórna á milli. Ég alveg virkilega hamingjusöm með verkefni sem að atvinnumálanefnd fór á stað með út frá kynjaðri fjárhagsáætlun. Mér finnst þetta mjög spennandi og þetta rauninni bara áhugaverðar upplýsingar sem við fengum, þó svo að þær hafi kannski ekkert komið mjög óvart. Mér minnir að þetta hafi verið eitthvað 30-70%, 30% af þá körlum og konum, hvort sem að þau hefðu stofnað fyrirtæki, veru eigendur af fyrirtækjum. Og svo einmitt þetta verkefni sem að verður unnið í framhaldinu, að ég hlakka mikið til að sjá hvað kemur út úr því. Reyndar á móti kemur að þá hef ég alveg efasemdir það hvað við sem sveitafélögum gætum síðan gert þess að koma til móts við niðurstöðurnar, en engu að síður upplýsingar alltaf lykillinn að því að vita hvað í gangi. Og þannig. Ég mjög skotin í hugmynd bæjarfulltrúa Sóleyjarbjarkar með svona sameiginlegt skrifstofurými fyrir í rauninni þau sem að vilja koma, af því að nú erum við alltaf að tala þessi opinberu störf án staðsetningar, og ég ætla nú ekki að fara rangt með, en mér minnir að einmitt bæjarfulltrúi Sóleyjarbjarkar hafi talað þetta, þannig að fyrirtæki gæti ekki borið því við sig að það væri svo dýrt að fara að koma upp einhverju útibúi á Akureyri eða hvernig sem það væri, að það væri við bara með einhvern svona kjarna sem að væri með skrifstofum á viðráðanlegu verði og einhverju svona sameiginlegri þjónustu. Við vorum að tala íþróttanámið í háskólanum og alla spennandi vinklana sem að gætu komið út frá því, en það einmitt annað svona verkefni í gangi sem að mér finnst vera mjög spennandi og gæti skipt okkur máli, en það einmitt lögregluskólinn, sem að einmitt háskólinn hér á Akureyri hefur sýnt áhuga á því að fá það nám hingað,
ég veit ekki til þess að það sé komin niðurstaða í það mál, en það væri eitthvað sem væri gífurlega spennandi bæði fyrir háskólann, fyrir okkur sem samfélag, svo ég tala nú ekki bara lögregluembættið, að ég hugsa að þetta myndi styrkja þau mikið. Mér finnst mjög spennandi hugmyndin að Akureyrarbær verði einhvers konar taki eitthvað svona tilraunaverkefni í því að prófa að stytta vinnudaginn, í rauninni bara hjá sínum vinnustað. Reykjavíkurborg hefur farið af stað með eitthvað svona verkefni og síðast þegar ég vissi, þegar ég ræddi við varaborgarfulltrúa í Reykjavík, að þá var ekki komin nein niðurstaða, þetta var eitthvað svona tilraunaverkefni sem átti síðan að koma átti að skoða, og ég veit ekki til þess að þessu komnar neina niðurstöður úr því, en mér finnst það eitthvað að vera bara svona verulega spennandi og gera Akureyrarbæ sem vinnustað spennandi konsept, að auka frítíma fólks, að nú hafa alls konar rannsóknir sýnt fram á það að við erum ekkert að afkasta meiru þó svo að við séum lengur í vinnunni, að við gætum alveg afkasta jafn miklu á 6 klukkutímum ef þannig bæri undir. Þetta örugglega með því, þetta örugglega það verður langt þangað til að ég kem aftur í púlt, þannig að ég ætla bara að tala um vindurinn. Ég er að velta fyrir mér með atvinnuleysi á Akureyri. Þið fóruð ekkert, bæjarfulltrúi Matthías fór ekki inn á það. Eru við í takt við í rauninni landsvísu, bara ég sá einhverja frétt það að atvinnuleysi á landinu væri bara eins og rétt fyrir 2007. Eru við í þessum 2-3% hér á svæðinu, og er það ennþá þessi háskólamenntaði hópur, er hann ennþá stór prósenta af hópnum? Maður sér það einmitt þegar það verið að auglýsa störf sem að jafnvel er aðeins krafist stúdentsprófs, að það eru kannski 50 umsækjendur, og þar af eru það er alveg 95% af umsækjendunum sem eru með háskólagráðu, og alls ekki endilega sem að tengjast viðeigandi starfi. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverð þróun. Með frumkvöðlasetrið sem að bæjarfulltrúi Matthías kom inn á áðan, þú talaðir að það væru viðræður í gangi. Viðræður hafa verið í gangi í smá tíma. Geturðu sagt okkur eitthvað meira frá því, hvar það stendur og hvernig það lítur út? Svo ætla ég að loka þessu á spurningu sem að ég kom með fyrir ári síðan, þegar síðasta stefnuræða atvinnumálanefndar var flutt, og þar spurði ég út í reglur stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki sem að við erum með inn á heimasíðu Akureyrarbæjar. Ég rauninni spurði út í hvernig eru þessar reglur nýttar, fyrir hverja eru þær, og hafa einhver slík verkefni verið í gangi undanfarin ár. Þá var atvinnumálanefnd falið að skoða málið, hvort þessar reglur einmitt hefðu verið nýttar, eða hvort þetta væri jafnvel eitthvað sem við ættum að herja meira á, ættum við að auglýsa þetta meira. Reglurnar eru enn á heimasíðu Akureyrarbæjar. Eru við eitthvað nærri með svör? Ég biðst innilega afsökunar ef þetta hefur verið tekið fyrir á atvinnumálafundi og ég verið einhvers staðar á fjarverandi, en ég gat ekki séð það í fljótu bragði á fundargerðunum, á þeim fundum sem ég hef ekki setið. Þannig að mér finnst þetta flott konsept með þessar reglur. Þetta er svona einhvers konar nú man ég ekki orðið, ekki afsláttur, en svona þannig að ívilnun fyrir ekki, ég var að hugsa íhlutun, þetta er einhvers konar svona ívilnun fyrir fyrirtæki, fyrst frumkvöðla fyrirtæki, eða já, ég ætla bara að láta staðanum mér í bili. Takk fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir, bæjarfulltrúi Löggjumálssýslu. Eva Dögg, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Eva Hrund fyrir ekki.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt og aðrir þakka bæjarfulltrúa Matthíasi Rögnvaldssyni fyrir yfirferðina. Ég held ég hefði getað staðið upp og flutt sömu ræðu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason því að við erum hjartanlega sammála með það sem kom fram hjá honum þar. En það sem ég langaði að byrja að því það einmitt alþjóðlegir húsdagurinn í dag, eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á, þá langaði mig einmitt að byrja á því að hrósa nefndinni og atvinnumálafulltrúunum fyrir það að vera þessa dagana að bjóða fyrirtækjum til samtals. Því að það eitt af því mikilvægasta sem við gerum sem bæjarfulltrúar og sem fulltrúar frá bænum, að það að hlusta. Því það einmitt, við erum að vinna fyrir bæinn okkar og við erum að hlusta á raddirnar og reyna að koma því í framkvæmd það sem að fólki að biðja En bæjarfulltrúi Edvard kom einmitt inn á þennan þátt áðan og það einmitt forsvarsmenn fyrirtækina sem örugglega einmitt þeir sem eru með mikilvægastu hugmyndirnar og það svo mikilvægt eins og hann kom inn á að við vitum hvert þau að fara þannig að við getum stutt við þeirra ferðalag. En bæjarfulltrúi ég verð að vísa í alla bæjarfulltrúi því að það svo mörg atriði komin inn á sem ég ætlaði sjálf að tala En bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf kom inn á mjög mikilvægan punkt en það einmitt þjónustu hlutverk bæjarins. Þá sem í rekstri fyrirtækja eða að hugsa að stofna fyrirtæki. Í gær hitti ég einmitt atvinnurekanda hér í bæ sem hrósaði einmitt, byrja á því að hrósa mjög að hann hefði fengið boðum að koma og hitta atvinnumálafulltrúa nefndina til samtals. En sami aðili lastaði á sama tíma bæinn með það að þegar hann ákvað að fara á stað með hugmynd á sínum tíma að þá hefði hann leitað til bæjarins en það hefði tekið hann hálft ár að fá svar við því hvort að bæjarinn gæti aðstofan eða hvort hann ætti að fara eitthvað annað. Og þetta náttúrulega eitthvað sem má bara alls ekki gerast. Við verðum að bregðast hratt við og ég ætla að vona, ég veit þetta svolítið síðan, ég ætla að vonast til þess að vinnuaðferðir séu aðrar í dag. En ég hef einnig fengið kvartanir frá fyrirtækjum á sviði skipulagsmála og ég held að það sé líka þættir sem við þurfum að hlusta á og skoða hvort það sé eitthvað hægt að gera betur í þeim efnum. En eins og margir hafa komið inn á og ég held að ég hafi örugglega 3 eða 4 sinnum nefnt hér í þessum ræðustól að það þessi óskýra lína á milli þessara aðila sem að vinna að atvinnumálum sem og fleiru að við þurfum að koma því í betri farveg. Ég ekkert viss að hinn almenni bæjarbúi eða fyrirtækjareikandi gerir sér einmitt grein fyrir hvert hann að leita og við þurfum eins og ég var gott tala að bæta samstarfið á milli þessara aðila því við viljum ekki vera tapa peningum á því að margir sé að vasast í sömu vinnunni á sama tíma og eins að við séum ekki að vinna gegn hvert öðru. En mér heyrist nú að þessi mál séu samt komin á hreyfingu og ég að vona til að við séum að sjá það að þessir aðilar komist hugsanlega undir sama þak. En ég hef ávallt talað fyrir því að mér finnst allavega atvinnumálafulltrúinn eigi heima með starfsfólki Akureyrarstofu. Ég held að hljóti vera þannig að verkefnin skarist mjög mikið og þannig að það eitthvað sem við ættum að geta skoðað. Heimasíðan. Ég hef einmitt stundum velt fyrir mér að við ættum að nýta hana ennþá betur heldur en maður gerir í dag. Mér finnst til dæmis, ég held að vera á sín tíma, því ég vann allan sjálf verkefni fyrir bæinn á sín tíma, þar sem við tókum saman samkeppnisforskot bæjarins með önnur sveitarfélög. Að raforkan væri ódýrari hér og það var í rauninni verið að bera saman fasteignagjöldin og lóðaframboð og fleira. Mér finnst að þetta ætti að vera aðgengilegt á heimasíðunni og við að markaðssetja okkur meira hvað við höfum fram yfir aðra. Eins finnst mér að bara
ég til dæmis sjálf átti pínu erfiðleikum með að finna atvinnustefnuna á netinu, ég fekk aðstoð frá Eiríki bæjarstjóra með að finna hana. Mér finnst til dæmis að hún eigi að vera aðgengileg öllum og við svolítið að þetta flott stefna og eitthvað sem ég held við séum flestum sammála að við getum sameinast flest í henni, þannig að við erum að hampa henni meira. Ég var pínu fyrir vonbrigðum, þetta er flott ræða sem að bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson fór yfir. Ég var rosalega svekkt yfir hvað fór lítill hluti af ræðunni í einmitt stefnuna. Bara hvert erum við að fara? Og þannig að mér langar bara að spurja hvaða verkefni eru í forgangi og hvort að það sé komin, eins og Gunnar Gíslason kom inn á, hvort það sé komin einhver greining á kostnað og tímaramma fyrir verkefni. Ég reyndar hrósa því ég fekk senda link inn á að það ég get fylgst svolítið með hvernig verið er að vinna atvinnumálastefnuna. Ég fekk það sent í dag og ég er mjög ánægð að sjá að þetta verður aðgengilegt bæjarbúum að taka þátt í þessari, eða fylgjast með allan þessari vinnu. En ég hefði viljað sjá þetta komið aðeins lengra. Það eru 14 fundir búnir hjá nefndinni. Ég hefði talið að þetta væri svona eitt af forgangsatriðunum til að fara í. Þannig að ég hefði viljað sjá þetta komið aðeins lengra en það getur vel verið að það sé komið lengra en það bara hefur ekki komið fram allan í ræðu formanns. Ég ætla líka að nýta tækifærið og hrósa Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur atvinnumálafulltrúa. Hún hefur komið inn að rosalegum krafti, er ótrúlega afkastamikil og hugmyndarík. Ég er búin að fá tækifæri á að vinna með henni í nefnd sem er að vinna ferðamálastefnu bæjarins og það hefur verið ofboðslega gefandi og lærdómsríkt og ég held að meiri hlutin eigi eftir að njóta góðs á að hafa fengið hana í vinnu sem og bæjarbúar allir. Það er gaman að heyra hversu mörg fyrirtæki er á lista Creditinfo. Ég vinn hjá einu þeirra, er svo heppin að vinna hjá einu þeirra. En mér jafnframt hrósa öðrum til hamingju og ég held að það ætti að vera bara markmið að þessum fyrirtækjum fari fjölgandi hér í bæ. Ég bara þekki ekki söguna, það verið gaman að vita ef einhver þekki söguna hvernig þetta hefur þróast síðustu ár, hér á Akureyri. Að því að þú, bæjarfulltrúi Edvard kom inn á þetta verið 5%, hvort að það sé mikill munur á frá líðandi árum. Eins vil ég koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Margrét Kristín var að tala um áðan. Við þurfum að fara að tala upp bæinn okkar miklu meira heldur við að gera og fara í markaðssetningu. Ég var í rauninni komið með svona svipað innlegg og Margrét Kristín var með, þannig að ég ætla nú ekkert að fara tíunda alla hlutina sem hún var að tala um Hlíðarfjall og fleira. En það var hér á sínum tíma verkefni öll lífsins gæði. Ég held að það hefur alveg skilað sínu þó að það verið einhverju vankantar á. En við þurfum að fara huga því að fara í svipað markaðsátak. Því allan að mínu mati og örugglega flestra hérna inni er hvergi betur að búa en á Akureyri. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili og þakka fyrir. Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég byrja að þakka formanni atvinnumálanefndar fyrir hans ræðu. Það er svona kannski bara komin á nokkur atriði sem að var lítilega komin áðan og þessi umræðu eins og kemur fram í ræðina að sameina eða vinnu stofnana á svæðinu sem kannski tengist atvinnumálum, síðan að vera eiga við Markaðsstofu Norðurlands, ferðaþjónustu á svæðinu og atvinnuþróunarfélaginu, Eyþing, Akureyrarstofu og allt þetta. Hvaða hugmyndir, hvort það séu komna einhverjar hugmyndir fram þessi mál, hvernig menn átt að sinna þessu. Og nú er þetta mjög ólík hvernig verið að nálgast viðfangsefninu í þessum félögum, landfræðilega og hvað við snúast og allt það. Þannig að maður er alltaf að heyra þessu umræðu og maður situr nú í 2 stjórnum í atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og svo Markaðsstofu Norðurlands sem er reyndar ekki pólitískt.
En bara hvaða hugmyndir menn alltaf að hugsa í þessu. Við höfum talað mikið að reyna að sameina þetta undir sama þaki og mér sýnist nú stefna svona með ágætum skriður í því máli að það verður flest komið þetta undir þakið á horninu, í gamla Keðjuhúsinu. En hvort að formaður atvinnumálanefndar getur komið meira inn á þetta, hvort að meirihlutinn á Akureyri sé með einhver ákveðna hugmyndir hvernig eigi að fara fram í þessu máli. Ég held að þessi umræða búin að standa býsna lengi yfir núna og hvort að menn ætli að fara í eitthvað, sjá einhverja svona heildarmynd í því hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Og þetta þetta mikilvæg málefni sem er komið að inni og bara fagna þessum hugmyndum eins og með frumkvöðlasetur og vonandi gengur það vel fyrir sig að koma því á laggirnar og nú að fara að sjá fyrir endan á því að FabLabið loksins hefji starfsemi á Akureyri. Þetta er nú búið að vera umræða sem er búin að standa ef hann til yfir í 3-4 ár síðan við fórum að ræða um FabLab Akureyri. Þetta er komið mjög vítt og breitt landið, 4-5-6 stöðum, þannig að það er mjög ánægjulegt að það sé að detta inn. Það var komið að sinna á með kynja fjárhagsöflunargerð varðandi atvinnurekstur á Akureyri og þá, ég hef ekki lesið þessa skýrslu eða hvað kemur, það var komið, bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á að þetta hefði snúið að hvað eigendum þessara fyrirtækja og stjórnendum, ég virðist segja það. Ég er svona, það hefur verið 70-30, við vitum að Akureyri, einhvern tímann heyrði ég að einyrkjar á Akureyri getur verið 4-5.000 á Akureyri. Þetta er gríðarlega stór hópur á Akureyri sem eru einyrkjar. En það væri það fróðlegt líka að vita og við vitum að iðnaðarmenn og fleiri, þeir vinna náttúrulega mikið, eru kannski 1-2 saman og allt það. Þannig að það væri mjög fróðlegt þá kannski, fyrst við að vinna svona gögn, hvernig þessi, og þetta kannski, ég veit ekki hvað allir bæjarfulltrúar hafi séð þetta, ég hef ekki séð þetta, þessa tölfræði, hvað liggur á bak við Excel-skjalinu, bak við tölunar. Þannig að ég myndi vilja sjá þetta svolítið meira þetta þegar við erum að tala þetta, hvað liggur á bak við. Varðandi umræðu hér háskólamenntaða einstaklinga og þetta hefur nú verið umræðu sem hefur nú verið hérna í nokkur ár og við erum að tala eins og hefur komið fram í fjölmiðlum að það sem er breyst á undanfarnum árum er atvinnuleysi háskólamenntaðra einstaklinga. Hvort það hafi raunverulega verið gerð eitthvað greining á því raunverulega á Akureyri, það er varðandi það framboða námi sem er við Háskólann á Akureyri, hvernig það hentar samfélaginu með atvinnurekstri og öðru og við vitum að það er vel, ég er búið að útskrifa í yfir 25 ár hjúkrunarfræðinga, kennara og í ákveðnum svona greinum. Bara hvernig þetta, sem sagt, hvort þetta atvinnuleysi sé að koma meðal úr þessu hérna í bænum, hvort þetta sé búið að fara í gegnum þennan pakka varðandi samspil háskólans atvinnuleysis í bænum, hvernig það stendur. Og maður talað það hér í nokkur ára og við þekkjum þetta talandi kynju, ef við skoða kynin að í Háskólanum á Akureyri þetta sé núna 80% nemendanna konur og 20% kallar. Þannig og gjarnan myndi maður vilja sjá meira námsframboð við háskólann sem hentar karlmönnum. Það hefur komið fram hér áður að á móti einu háskólamenntuðum kalli á Akureyri séu 2 háskólamenntaðar konur. Og ég líti á þetta bara sem ákveðið vandamál hér í bæ. Og ég efast að það væri þá fróðlegt að sjá þetta bara á landsvísu og hvernig sú tenging er. En ef við ætlum að reyna, þá vil ég fá þetta líka bara skoða í atvinnumálanefnd, fyrst að menn hafa að skoða hinn þáttinn, hvernig þetta snýr að þessum hlutum varðandi háskólan og háskólamenntinu og hvernig þetta þjónustar atvinnulífið í bænum. Og ég myndi vilja sjá meira tengt tæknigeranum, orkugeranum og slíkum þáttum tölvunadæminu hérna upp í háskóla heldur en er boðið upp í dag og mjög ánægjulegt þegar það hófst þetta nám í samstarfi HR varðandi tölvunarfræðina og vonandi bara þroskast áfram og eflist hér. Varðandi, við erum að hugsa þetta lengri tíma á næsta ára, varðandi, það er ekkert minnst á að tryggja raunverulega raforku til bæjarins. Og ég vona að reikna með að við tökum þá umræða bara mjög fljótlega hérna í bæjarstjórn. Þetta er gríðarlega stórt og mikilvægt málefni.
Þannig að þetta er kannski einn forsenda sem sé fyrir sér hérna næstu 10-15 árin að til að byggja upp en efnahagslega styrkleika svæðisins. Þá verður þessi þáttur að vera í lagi sem er raforkuflutningurinn og það er líka að vera í lagi innviða uppbygging sem snýr að ferðaþjónustu til þess. Og þá er maður að tala í lofti, láð og legi, hvort sem það er flugvöllurinn, vegirnir eða það sem tengist hafinu, það sem kemur okkur þeirri átt. Og þá eru kannski komin inn á þessi seinagangur sem hefur verið hjá ríkisstjórninni varðandi flugþróunarsjóðinn sem er búið að vera núna, það var stofnun nefnd í fyrra vor sem skilaði af sér í haust sem voru bæði fulltrúar markaðsstofu Norðurlands, ferðaþjónustunnar og síðan aftur frá atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar ásamt fulltrúum Austurbrúar og fleiri góðu fólki. Og þetta hefur nú tafist töluvert núna undan vikur og mánuði og þannig að það væri kannski hvort að bærinn eitthvað sem slíkur hafið að sveitarfélagið og fulltrúar meiri hlutar hafa eitthvað verið að reyna að ýta við þessu pólitískt, þessu máli. Þannig að maður fann að hafa svolítið áhyggjur af þessu hvernig þetta er að þróast og þetta tekið langa tíma að fá þetta fram. Og þarna átti að styrkja flugið til Akureyrar og Egilsstaða 300 milljónir í 3 ár. Og ef við lít í gegnum þá svokallaðir flugþróunarsjóð sem átti að skiptast í leiðaþróunarsjóð og markaðssjóð. Og við höfum bara síðast í þessari viku verið að sjá þessar spár hjá Íshafi á fleirum varðandi ferðamannastrauminn og allt sem er í gangi. Og þetta er svona eftir minni en ég sem að bæjarfulltrúi Edvard Hýbens geti tekið langa romsu þetta einmitt. En eins og þetta stendur núna, þessi gríðarlega breyting sem hefur farið fram núna hér á landi síðustu 5 árin, að þá er verið að spá á þessu ári, spáir núna Íslandsbanki að 34% af gjaldeyristekjum Íslands komi frá ferðaþjónustunni. Þetta er ótrúleg breyting frá því sem var að eins og í stóriðjunni og sem orkugerinn og það sem því tengist er komin í 17% þessu ári. Og ef maður rétt sjávarútvegurinn 22-23%, þarna eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir sem eru og núna er 5. árið í röð þar sem við erum að spá á milli 20-30% aukningu milli ára inn í landið. Gjaldeyristekjur náttúrulega 430 milljarðar spáð á þessu ári. Þannig að þarna er náttúrulega mjög beinir hagsmunir fyrir þetta svæði að ná til sín kannski stærri hluta þeirra köku sem hefur bent á hér áður að hefur farið mjög minnkandi hlutfallslega á undanförnum árum einmitt og hefur að minnka að sumarlagi 1% ári síðustu 10-12 árin. Og það var nú ráðstefna bara núna í vikunni í Hörpu sem var það sem meðal kom fram varðandi þetta með gáttina og beint flug til Akureyrar, það sem að erlendir fulltrúar erlendra flugfélaga töluðu að Akureyri þyrfti bara að kynna sig betur. En reyndar vil ég nú meina að menn hafi nú unnið gott starf síðustu 5 árin gegnum R66 og þann klassa sem hefur verið unnið eftir og bærinn hefur stutt dyggilega við. En þetta er svona bara þetta sem kom fram á þessu fundi og auðvitað ber okkur að taka mark á því ef erlend flugfélag og flugrekstraraðilar, þetta voru fulltrúar Delta Airlines og EasyJet sem komu undir með þessum hætti á ráðstefnunni í Hörpu, ég held að það bara verið í gær. Það er alveg rétt að auðvitað eigum við að halda merkjum Akureyrar það er gott að búa hérna. Það er lágur upphitunarkostnaður, það er ódýrt heitt vatn á Akureyri, það er nánast hvergi ódýrara rafmagnið fyrir íbúa. Við höfum fullt af góðu hlutum og þannig að auðvitað þurfum við að merkja og þá er þetta bara spurning hvort að menni að fara í einhverja markaðsherferðir eins og verið áður varðandi bara að beina þessum benda fólki á þessa góðu kosti við búsetu hér. En mér langar svona rétt í lokin að koma með bara svona einstakt verkefni eins og sem er hluti af eins og innviða uppbyggingu, við erum að tala með einstök verkefni, hugmyndir einstakra fyrirtæki í bænum sér rekstur og fekk síðast upplýsingar að varðandi eins og flughlaðið
að þeir vilja endilega koma meira efni úr göngunum, út af flugvöll. Og það er spurning hvort að við sem bæjarfulltrúar þurfum þá ekki að fara aftur í þann slag að reyna að koma efninu og reyna að taka þetta fullum krafti. Þetta er klárlega innviða uppbygging sem menn eru að horfa á til framtíðar, en þetta er líka fyrir einstök fyrirtæki í sinni uppbyggingu og hvernig hugsa til framtíðar næstu árin, að það er nauðsynlegt fyrir þau að komast þannig að þau geti byggt upp sinn rekstur. Þarna er verið að halda ákveðnum fyrirtækjum í fjötrum, eins og þetta er í dag. Og við erum þannig ég vona að fólk bæjarfulltrúar beiti sig fyrir því þá að koma og við öll saman að koma þessu til skila og halda áfram að tala fyrir þessu. En þess að maður þykist vita að þarna eru töluverð atvinnutækifæri sem ákveðin fyrirtæki sem að vilja byggja upp á flugvöllinum er að bíða eftir. Þannig að en það sem ég vildi þá bara rétt kannski að fá hvaða hugmyndi formaður atvinnumálanefndar hefur varðandi þessa samþættingu eða hvað menn eru að tala varðandi þessi félög eða stofnanir sem við höfum þá gagnvart atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Hvort að menn séu konu eitthvað lengra í þeim pælingu, ég held að við höfum rætt sama mál fyrir ári síðan þegar vorum síðast með þessu umræðum þessi málefni. Hvort að það sé komið eitthvað lengra. En síðan bara þessi einstöku mál gagnvart ríkisstjórninni, það er annars leiðaþróunarsjóðurinn eða til að byggja eða styðja við millilandaflugi og síðan aftur flughlaði. Þetta er bara sem er datt í hug meðan við vorum að ræða þessi mál núna. Takk. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Matthíasi fyrir ágæts yfirferð og öðrum sem að hér hafa talað fyrir innlegg þeirra. Margrét Kristín bæjarfulltrúi, hún nefndi kosti Akureyrar og við þyrftum að halda þeim á lofti og ég er svo sannarlega sammála því. Ég held að það skipti miklu máli fyrir okkur að gera það og bæjarfulltrúi Eva sagði að hvergi væri betra að búa á Akureyri og það má til sanns vegar færa að það er gott að búa þar, en við mögum auðvitað ekki samt halla okkur aftur í sætinu og gefa okkur það að hér sé svo ótrúlega gott að búa að menn get ekki hugsað sér að vera neins staðar annars staðar. Ég held að værukærð sé kannski vísasta leiðin til falls og sjálfur hef ég búið helming minnar fullorðinnar ævi annars staðar en á Akureyri, bæði í Oslo og Reykjavík og báðir staðirnir hafa náttúrulega ótvíræða kosti eins og Akureyri. Þannig að ég held sér alveg rétt að við þurfum að vera óþrjótandi í að halda fram þeim kostum sem þó eru hér, ekki síst á þeim tímum þegar að krakkar og ungt fólk velja sér í rauninni búsetu jafn átakalítið og við völdum okkur föt á sinni tíma. Þetta er orðið allt annað umhverfi heldur en þegar við vorum að alast upp. Ég ætla að koma mér á 2 hluti aðalega og fyrst ætla ég nú að fara aðeins yfir það hvað ég tel að við eigum að gera þegar það kemur að atvinnumálum og hvernig við eigum að beita okkur. Og í fyrsta lagi þá er þetta náttúrulega spurningu að búa fyrirtækjum bara nægilega góða umgjörð til þess að þau hafi áhuga að búa í það. Og þá koma náttúrulega kannski nokkri punktar fyrst upp í hugan eins og lóðir, álögur, bæjarbragð og viðmót eins og hér hefur verið nefnt. Viðmót sem að mætir þeim sem ætla að gera eitthvað. Og það skiptir mjög miklu máli. Nú, hvað varðar svo bæinn sjálfan, það er auðvitað bæjarlífið líka. Það er til einskis að opna hér og stofna fyrirtæki ef enginn vill vinna þar eins og flytja hingað til að vinna þar eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Og þess vegna er það náttúrulega svo ótrúlega mikilvægt að við getum boðið upp á þetta fjöruga íþróttalíf og listir og menningu og allt það sem við erum þó að gera. Og þá kemur að þessum væntingum, vegna þess að væntingar þeirra sem ætla að stofna fyrirtæki skipta gríðarlega miklu máli. Þeir horfa alveg fyrirtækisrekendur á slíka hluti þegar þeir ákveða að setja sig niður einhvers staðar. Hvernig mun ég geta búið að starfsfólki mínu og hvernig verður starfsmannavelta og hvað er líklegt til þess að gerast.
Nú, ég held að samskipti við aðra, það sé kannski eitthvað sem við höfum rætt voðalega lítið þegar kemur að atvinnumálum, en ég held við ættum kannski aðeins að velta því fyrir okkur. Hvernig við tölum aðra og hvernig við tölum önnur bæjarfélög segir oft heilmikið okkur, hvort við erum að farast úr minnimáttakennd eða drepast úr groppi. Við erum auðvitað háð öðrum eins og aðrir eru háðir okkur og ég held við þurfum að temja okkur til dæmis miklu uppbyggilegri og betri samskipti við höfuðborgina heldur en við höfum gert. Við eigum miklu meiri samleið með henni heldur en kannski flestum öðrum þéttbýlistöðum á landinu og ég held að þetta skipti máli þegar að fólk sem búið að ala allt sitt líf í Reykjavík og slíta þar barskónum stendur allt í einu frammi fyrir því að eiga val að flytjast í þorpið Akureyri sem hefur í rauninni átt í þessum orðasennum við höfuðborgina. Og þetta á svo sannarlega líka við höfuðborgina, hún mætti líka taka sig aðeins á í þessum samskiptum. En það mál sem að ég held að kannski sé brýnast að við höldum áfram með á fullum krafti, það eru umhverfismálin. Ég held að það séu vanmetin þau tækifæri sem felast í því að bjóða sér góðan þokka í umhverfismálum og það oft bara eftir að fjölga þeim fyrirtækjum sem að munu láta það vega þungt á vogarskálum þegar þau ákveða hvar þau ætla að staðsetja sig. Og ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Edvard það að við eigum að læra að meta það litla og kannski einfaldara þegar kemur að uppbyggingu en ekki alltaf sigra heiminn með einu munnbita og jafnvel kannski við aðstæður sem að verða aldrei. Þannig að ég held við eigum óhrætt að setja kannski enn meiri kraft og púður í norðurorku, vistorku og þá starfsemi sem að þau fyrirtæki geta leitt af sér og ég held að við munum uppskera ríkulega fyrir það. Og það í rauninni þetta með væntinguna að við þurfum líka að sýna það, jafnvel við erfiðar aðstæður eins og við eigum við núna í rekstri. Að láta ekki deigan síga og þora að fara í þá hluti sem við teljum vera nauðsynlega til þess að afla okkur tekna. Því ef við trúum ekki sjálf á okkur, þá engin ástæða til að ætla að aðrir gera það heldur. Nú hitt máli sem ég langaði að koma inn á áðan og það var í rauninni efni aðfinnslu minnar á sínu tíma þegar atvinnustefnan var samþykkt. Ég tek undir að í öllum grundvallaratriðum stefnan góð. Mér fannst þó skorta lítillega á í hana og nefndi meðal annars, mér fannst lítil áhersla á að gera Akureyri að svæði hárra launa. Mér fannst of lítill gaumur vera gefinn að umhverfismálum þó það væri auðvitað nefnt, þá fannst mér að kannski mætti vera svona ríkari hluti af atvinnustefnunni. Og síðast en ekki síst, þá var lítið eða ekkert fjallað Akureyri sem vinnuveitanda. Það held ég að sé veikleiki sem við þurfum að laga og það var auðvitað útskýrt á sínum tíma að atvinnustefna væri bara plagg sem að væri lifandi og menn myndi bara gera nauðsynlega breytingar á því og ég veit að atvinnunefndin hefur verið að skoða það og munu örugglega bæta þar úr. En sú staðreynd að hér vinni 1500 manns sem að ég veit ekki eru kannski bæjarfulltrúi, 12-15% af vinnufærum höndum í bænum. Það gerir okkur að býsna stóru vinnuveitanda og bara gerir það nauðsynlegt fyrir okkur að velta því hlutverki fyrir okkur mjög vel. Ef að við erum ekki góðu vinnuveitandi og ef við getum ekki búið okkar starfsfólki nægilega góðan aðbúnað, þá munum við sennilega ekki lukkast við að byggja bæ þar sem aðrir geta gert það. Og við reynum og við gerum eins og við getum, en mér langar að nefna í því sambandi að þegar að samningar við ríkið þjónustu sem við veitum fyrir hönd erum með þeim hætti að við fáum ekki fyrir útlögðum kostnaði, þá mun það alltaf bitna á starfsfólki okkar.
Þannig að við megum ekki gleyma því eitt andartak að í samskiptum við ríkið þá bara verðum við að fá þá aura sem að við eigum inni fyrir það sem við erum að gera fyrir ríkið. Mér fannst líka áhugaverður punktur hjá bæjarfulltrúa Margréti styttingu vinnuviku. Þetta auðvitað kannski flókið mál á mörgum vinnustöðum bæjarins, eins og á öldrunarheimilum og jafnvel í skólum, en algjörlega einhvers staðar væri hægt að skoða þetta. Og ég held að væri aldrei með svona lagað heldur skynsamlegt að ætla að gleypa allt í einu bita, heldur bara að gera tilraun einhvers staðar, og ég myndi alveg styðja það að við myndum skoða, gera einhverja framleiðumælingu og skoða hvort að eitthvað myndi breytast og við myndum slaka aðeins á og fækka vinnutímum. Við eigum rosalega mikið undir að fækka veikindadögum. Þetta gæti alveg eflaust hjálpa til við það. Svo rétt að lokum þá hefur bæjarfulltrúa Sóley oft nefnt einn hlut sem ég ætla nú bara að leyfa mér að gera í hennar stað hér til þess að það gleymist ekki. Að hún hefur talað líka það sko að við krefjum ríkið störf og staðsetningar. Við sem vinnuveitandi getum líka hugsað aðeins á þeim nótum. Við erum bæjarfélag sem að teygir sig alla leið út í Grímseyjar, Hríseyjar, og við getum svo sannarlega gert betur í þeim efnum. En ég lokum þakka ég nú bara fyrir góða umræður og það sem ég hef heyrt af atvinnumálanefnd, þá hefur verið vel af henni látið og það kemur mér ekki óvart. Þannig að við skulum sjá til hvort að hún á ekki eftir að vinna einhver stór afrek á næstunni. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvað sér þá, ætla ég að biðja Gunnar Gíslason varaforseti að taka við stjórnarfundarins og gefa mér tækifæri á svar. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir góðar umræður. Ég ætla að reyna að svara svona. Ég er furðulega lélegur í því að hlusta og skrifa á sama tíma, en jæja. Gunnar Gíslason kom inn á, eins og þetta reyndar mjög mikið það sama. Við höfum mörg hver áhyggjur á sömu hlutunum og af hverju erum við ekki að vinna meira stefnunni, og vissulega erum við að vinna henni og hún er í vinnslu. Við þurfum náttúrulega að vera alltaf að rýna stefnun og hvernig við getum gert betur og halda þessu sem lifandi stefnu, og við erum að reyna að setja hlutina þannig fram að það sé hægt að fylgjast vel með og raun og veru opna á samræðu við nefndina og samtal í gegnum fyrirtækin og náttúrulega leyfa öllum að fylgjast með hvernig við erum að vinna af þessum þáttum. Við getum alltaf bætt okkur og það eru margir þættir sem að þó nokkur bæjarfulltrúar komu inn á sem að þarf að gera betur í og við þurfum einfaldlega að tíma til þess. Við höfum ekki verið að kostnaðargreina verkefni, við höfum og stefnuna sem slíka. Við erum að reyna, þetta tekur því miður allt alveg svakalegan tíma, við erum að reyna að fá þetta samtal og það þarf stundum ekkert, það þarf stundum bara lítið fræð til þess að eitt samfélag taki miklu breytingum. Lítil hugmynd getur haft mikil áhrif á og lítil nefnd getur haft mikil áhrif á samfélagið og fáeinar einstaklingar til góðs og til hins vegar líka. Heilbrigðissamfélagið, við getum, vissulega getur það orðið bara stóriða hér. Við getum dregið til okkar vel menntað fólk og verið með vel launað. Við erum með flott sjúkrahús sem við þurfum að standa vörðum, að haldi áfram, að vaxa og þróast og við erum með, við erum hér einkareknar læknastofur og
öfluga, ég held að 4. stærstu heilbrigðisstofnun landsins er HSN og það er mikið starfsemi hér í gangi. Við gætum verið hér að búa til virkilega flott samfélag. Þú veist, ég held að við erum ekki komin á það niðurstöðu að við verðum lýðheilsu samfélag eða við verðum heilbrigðis samfélag eða við verðum skólabær. Ég veit ekki hvort eitthvað eigi að vera ofan á. Ég hugsa að við eigum að gera vel það sem við erum að gera og sjá til þess að við sem að nýta alla innviði að eins góðan hátt og jákvæðan eins og hægt er á þess að ganga á náttúru eða aðrar auðlindir hér. Ég er ekki sammála því að hafi orðið rof í starfsemi nefndarinnar. Þú veist, all svo vinna, vissulega er rof þegar við erum kannski á 3. atvinnumálafulltrúanum. Aðilar fara í orlof eða námsleyfi og það eru breytingar í vinnuhópum og öðru. En ég held að eins og með þessum höfum þá erum við að fylgja þessu eftir. Við eigum að hafa aðgengi að öllum þeim gögnum sem voru notuð. Stefnan á að draga svolítið saman raun og alla þessa vinnu og við þannig að það sem við höfum verið að vinna líka með Vinnumálastofnun og háskólum að leita leiða í tengslu við háskólamennta hóp sviðsmyndir og við erum náttúrulega eins og ég kom kannski inn á að við erum náttúrulega leiðandi á mjög mörgum sviðum og þessi umhverfismál sem að eiga sem betur verð alltaf meira og meira í sess í okkar lífi af því þau skipta meira og meira máli. Við erum að taka stór skref þar og bærinn gæti orðið leiðandi í því, ekki bara á Íslandi heldur og víða væri. Ég held að einn mikilvægasti þátturinn til þess að draga til okkar, fá fólki sem fer erlendis, fer suður, þá sé rosalega mikilvægt, ég mun segja þetta alveg örugglega nokkur sinnum hér í púltinu, að koma á reglulegu millilandaflugi. Ég held og ég er sannfærður það að það sé það almikilvægasta sem myndi gerast hér. Þess að auka lífsgæði þeir sem búa hérna og líka þegar fólk er að koma að það geti heimsótt þessar stórborgir héðan, það skiptir bara miklu máli. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, miðlun upplýsinga er nauðsynleg og við þurfum líka að vita fyrir hverja við erum að safna þessu upplýsingum og hvaða tilgangi þjóna er. Hverjir er að nýta sér þetta, hvernig getum miðlað þessu áfram og nýtt þetta enn frekar. Við erum náttúrulega, við megum bara alltaf að gera betur í þessum málum og ég held að við þurfum að vera rosalega gagnrýnin á það hvernig við höfum, hvert er okkar hlutverk í þessu og hvernig við höfum staðið okkur, hvernig við getum gert betur í þessu. Við höfum alltaf verið að rýna hvernig við stöndum í miðlun upplýsinga og aðgengi að þeim. Þetta eru sem sagt, upplýsingar eru síbreytilegar og það eru ekki eitthvað sem vegna þess að það þýðir ekki að setja eitthvað inn á heimasíðu einhvers staðar og kíkja svo 2 árum seinna og það eru allt aðrar upplýsingar heldur en í gildi. Það þarf að hafa þetta lifandi. Edvard, ég vissulega hef ég áhyggjur af stöðunni í Grímsá og er algjörlega sammála því þetta hefur náttúrulega ólíkjandi hvaða tími þetta hefur tekið Við vonandi, og maður er alltaf svo bjartsýnn að allar með þær upplýsingar mann hefur, þá er maður vonandi að fara að sjá fyrir endan á þessu og vonandi leysist þetta farsarlega. Og við erum að reyna að nálgast atvinnulífið og með dreifibið og bjóða upp á samtal, fá einmitt fram væntingar, hvað væntingar hafa menn til sveitarfélagsins, hvaða væntingar, og það eru, ég held að með þær upplýsingar sem maður hefur fengið, þá er það aðeinslega sem snúa á þætti sem við þurfum að þrýsta á, sem er flug, vegir, raforka, þessi tryggir innviðir sem eru ekki beint á okkar hendi, en er okkar hlutverk að sjá til þess að þetta sé til staðar hér. Við þurfum að tryggja það og vinna í því og þetta þarf að fá
við þurfum, og þá erum búin að vera duglegir í því, en það þarf að gera enn betur vegna þess að þetta tekur ótrúlegan tíma að fá svörum við þessu. Það að við séum ekki að nota one system í því að miðla þessu áfram, það held ég að við séum bara með gamla útgáfu one system, sko, og nýja útgáfan kostar örugglega eitthvað, sko. Trello ókeypis verkfæri og við ákveðum bara að nota það. Við vildum sjá þetta verkefni brjóta það svolítið sjónrænt upp, hafa það þannig við sjáum það fyrir framan okkur, hvað búið að gera, hvað á að gerast og hvað var gert og hver staðan. Það raun og bara hugmynd sem kom upp hjá okkur, sko. Að reyna að koma þessu þannig að við værum ekki með þetta í póstum eða í einhverjum skýrslum sem þú þarft að fara að leita og eins og við þekkjum vel flest hérna. Það misauðvelt að finna þau gögn sem hafa verið og reyna að samtvinna þau við alla hluti sem við tekið fyrir. Og varðandi norðurslóðamáli, þá náttúrulega maður kannski pínu á undan sér að óska okkur til hamingju með það en það náttúrulega bara það að, þú veist, maður grípur nú stundum það sem kemur fram í fjölmiðlum og vonar að það sé rétt, sko. En við erum leiðandi í norðurslóðamálum og það má vel vera einhver rekið þá ofan í mig, en við höfum sinnt þessu vel, við eigum að hafa metnað til þess að vera leiðandi og þá ég ekki að tala um það hvort við getum sett olíuborpalla eða eitthvað annað þetta fyrir utan, sko. Ég nú fyrst og fremst að hugsa það að við förum varlega í hvernig við göngum náttúruna og hvernig við gerum þessa hluti. Við getum, vissulega ég ekki að mæla móti því að hér byggist upp þekking til þjónustu á Grænlandi eða annar staðar. Við getum nýtt okkur þá þekkingu sem við höfum í flugi, sjúkraflugi og öllu því. Við getum verið þjónustu höfn og jafnvel verið að taka við varningi og miðlunum áfram yfir höfin. Dagbjört, við höfum náttúrulega notað þá leiðir varðandi flugið, það fyrst og fremst E66 AFE markastöðurnar. Við höfum fundað og sótt kynningar hjá aðilum sem eru að vinna því að koma á reglulegu millilandaflugi og vonandi verður það fyrr en seinna, en þetta tekur því miður tíma. Við höfum líka reynt að þrýsta á ráðamenn og aðra að sjá til þess að þessu verði. Vegna þess að þetta skiptir gríðarlegu máli ekki bara fyrir okkur, heldur allt samfélagið að dreifa ferðamönnum, nýta innviðina og byggja upp öflugt mótvægi við höfuðborgina og höfuðborgarsvæðið. Bærinn, Margrét kom inn á, þú veist, hvað getum við gert, þú veist, til þess að fá, ég segi bara enn og aftur, til þess að fá fólk þá þurfum við beint miðlur frá góða samgöngur. Við höfum, og ég leyfi mig bara að segja þetta, sko, ég ætla nú ekki að fara út í, við höfum allt til alls, sko. Þetta samfélag alveg ótrúlega ríkt, sko. Einhver orðaði þá verkefnafundi sem ég var daginn að við höfum 29 klukkustundir í deginum hér, af því hér nýttist tíminn svo vel, sko. Það var eins og sumir hafa komið, bæjarfulltrúar hafa komið hér inn á að við höfum stutta vegalengdir. Það ótrúlega gott að búa hérna og ala upp börn, þó að sé náttúrulega ekki gallalust frekar en önnur samfélög. Það náttúrulega verið gaman að fylgjast með þessu verkefni hjá Reykjavíkurborg með styttingu vinnudags og sjá hvað kemur út úr því. Og ég algjörlega opinn fyrir því að skoða það ef vel hefur reynst hvernig við getum gert það hér. Sem við náttúrulega númer 1, 2 og 3 viljum vera frábær vinnustaður sem að reynir að aðlagast og halda áfram að þróa sem vinnuveitandi. Atvinnuleysi 3,4% og öllítið yfir meðaltali. Þetta náttúrulega, þú veist, sveiflukent eins og fólk þekkir. Hlutfall háskólamenntaðra það sama og hefur verið.
Þetta þannig að við erum svona að það er alltaf verið að það er búið að fara í úrræði, Háskólinn, Vinnumálastofnun og Akureyrarbær stóða verkefni hér þar sem var verið að styðja við bakið á háskólamenntuðum atvinnulausu fólki upp í háskóla. Varðandi frumkvöðlasetrið og umræður það, þá náttúrulega hefur þetta komið inn á okkar borði í atvinnumálanefndinni og hefur náttúrulega verið okkar verkefni. Það er nú fyrst og fremst að við viljum bara kostnaðargreina þetta verkefni algjörlega í þaula áður en að við segjum bara, þú veist, já, takk, og svo koma beiðnir inn í bæjar og það vantar auka 3 eða auka 6 eða auka þetta, sko. Þannig að við þurfum að gera þetta þannig og tímum hagræðingar eða tímum hagræðinga aðgerða, þá þurfum við bara að skoða þessa hluti mjög vel. Og Eva Hrund, við eigum að hlusta á samfélagið og fyrirtækin vegna þess að við erum fyrst og fremst þjónustu aðili bærin. Þetta er þjónustu fyrirtæki, þetta er stórt þjónustu fyrirtæki sem hefur það markmið að þjónusta bæjarbúa og líka fyrirtækin sem eru náttúrulega kjarnið þess að það sé hægt að byggja hér upp öflugt samfélag. Og náttúrulega við erum að gera það, við erum að reka almannasamgöngur fríar, við erum með, ég þori nú allan að nefna leikskóla og þegar ég og Eva tölum saman, sko. En allan við erum með allt, við erum hér með gott menningar, íþrótta, tómstunda, hér er bara enn og aftur, bara nánast bókstaflega allt til alls. Og varðandi svona erindi sem berast auðvitað, það fáránlegt að komi svar 6 mánuðum seinna. Þetta á ekki að gerast og gerist ekki, trúi ég bara ekki í dag, sko. Við erum með atvinnufulltrúa, við erum með stoðkerfi sem á að svara þessu og við erum bara að vera á tánum, við erum þjónustufyrirtæki. Þetta er náttúrulega stóru undarlegt ef þú myndir senda inn einhverja beiðni inn í eitthvað þjónustufyrirtæki og þeir kemur bara á 7. mánuð og ætluðu þá að fara að þjónusta þig. Heimasíður eiga náttúrulega bara að vera í stöðugri þróun. Þetta er ekki eitthvað sem að þú setur upp og setur svo stimpil í hornið, klárt, ég kom með heimasíðu. Menn eiga að vera duglegar að fylgjast með því sem þar að gerast og þetta er ekki statist efni, þetta er eitthvað lifandi. Þarna á bara allt efni að vera stöðugur í endurskoðun, út frá ákvörðunum og út frá áherslum og hvernig við viljum koma fram eða hvernig við viljum, hver er fram, hver er ásýnd þessa fyrirtækis eða bæjarins, hann er stór þjónustustofnun. Það er á eitt af verkefnunum að búa til sérstakt svæði á vefnum fyrir atvinnumálanefndina og upplýsingar sem hún er að vinna með, tengla varðandi efni, varðandi nytsamlega hluti og hvað þarf til og eins og ég er kannski búin að koma inn á þessi atvinnumálastefnan er náttúrulega verður hérna og þetta á náttúrulega alltaf að vera á einum stað, sko. Þannig að þú þurfur ekki að kalla bæjarstjórann til þó hann sé nú mjög bóngóður og góður maður. Njáll Trausti, hvað hugmyndir verið að tala varðandi samvinnu og sameiningu. Við viljum bara nýta okkur þann mannuð sem er í þessum einingum eins vel og hægt er og það fjármagn. Við þurfum bara að tryggja það. Auðvitað sumt að þessu ekkert á okkar að ákveða hér og nú frekar en þarna erum við í samvinnu með aðilum, sumt að þessu er bara ekki okkar vegum. Annað er, við erum bara að tala um það að þarna er margir aðilar að vinna ofta að sömu málunum og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt og verður, við eigum bara að vera skynsum þegar við erum að nota okkar fjármagn. Upp á það, náttúrulega númer 1, 2 og 3, að fá sem mest út úr þessu og við sem að uppfylla okkar markmið og kröfur það hvernig við viljum standa þessu. Við vegna þess að annars lítur þetta svolítið út
að við séum bara alltaf að setja svona einhver checkbox, ja, við settum 9 milljónir í flugklassan, við settum 27 milljónir þangað. En hvað kom út úr því, sko? Þú veist, við getum tjekkað þetta box kannski í 10-20 ár og aldrei kom neitt út úr því. Þú veist, við erum sko varandi háskólamennta og annað, þá hefur háskólamenntaði hópurinn og Vinnumálastofnun kallaði saman síðasta ári fulltrúa bæjarins, háskólans, Sími og Atvinnuþróunarfélags einmitt til að fara aðeins í gegnum háskólamenntaða hóp. Og það er ekkert endilega neinn ákveðin hópur sem er ábyrgðandi en annar. Það er allan með þær upplýsingar sem ég hef. Það er ekki samið sem sagði mig frá þessum með norðurslóðadæmi. Og stuðningur við flugið er raun og veru stopp í atvinnumálaráðuneytinu eins og ég skildi það. Og það er mjög miður, það er samstaða þetta innan ríkisstjórnarinnar, hvort það eru embættismenn eða einhver aðrir sem vilja hinkra með þetta, en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að við komum þessu á og þetta sé ekki stopp. Það er búið að samþykkja þetta ríkisstjórn. Og ég hef ekki vonu öðru heldur en að við höfum verið náttúrulega í samtali og þrýsta á ráðherra og þá sem hafa staðið að þessu máli og þessum þannig vonandi sjáum við þetta sem allra fyrst. Og þessi stuðningur verður að teygjast þá 2016, 17, 18 og 19 eftir hvernig verkefni fyrir á stað. Af því hann er skilgreindur raun og veru eins og hann sé bara búinn 2018, sko, ef ég man rétt. Það er líka mjög miður að vita til þess að forstjóri opinbers fyrirtækis eins og Isavia tali bara eina gátt og það sé ekkert annað sem komið til greina. Það er eiginlega það sem maður les úr orðum hans. Uppbyggingin er bara Keflavík, það má skoða hitt einhvern tímann og eftir mörg ár. Það finnst mér mjög skrítið vegna þess að ríkisstjórnin hefur aðra stefnu í þessu, allavega heyrir maður ekki annað. Og ég veit ekki betur en að Bjarni Benediktsson hafi samþykkt þessa upphæð í stuðning við flugið. Og þess vegna á Isavia náttúrulega að vera með okkur að tryggja það að hér verði reglulegt millilandaflug. Næsta flugfélag sem kemur bara að segja að það er gátt á Akureyri eða gátt á Egilsstöðum. Og varandi flughlaði þá er það náttúrulega alveg með, þá er það náttúrulega bara ótrúlegt ef við klárum það ekki, sko. Það ríkisstjórnin tryggi ekki fjármagn, en þetta verður margfalt dýrara að sækja þetta efni ef við tökum það ekki núna úr flughlaðinu, nei, sem sagt úr göngunum. Og það væri mjög miður ef þessi ríkisstjórn sem nú er við völd myndi ekki tryggja það að þetta verkefni er klárað. Vegna þess að þetta, ég minni það vanti einhverja 200-300 milljónir til að klára þetta. Þú er ekki alveg fullur að nákvæmlega hverja tölunar eru, en þetta er bara gríðarlega mikilvægt upp á uppbyggingu og upp á þróun á þessu svæði og þess vegna þurfum við bara, og við höfum náttúrulega verið að þrýsta stjórnvöld með það, rætt við þingmenn og annað og ég treysti því bara að þingmenn okkar passi upp á að þetta verkefni komi í höfn, vegna þess að þetta er ekki eins og við séum að biðja eitthvað sem er til einskis, þetta skiptir máli. Logi Már, við erum náttúrulega í gríðarlegri samkeppni sem samfélag. Heiminum fer alltaf minnkandi, ég meina, fólk getur búið hvað sem er í heiminum og verið í meira sambandi núna heldur en það var á milli hverfa áður fyrr. Þú sér bara allt gerast í gegnum tæknina, hvort sem það er Skype eða aðrir samfélagsmiðlar eða hvað það er. Fólk fylgist bara með öllu og þá meina ég öllu. Og það að vera og búa og nema erlendis er náttúrulega alveg frábært, en við viljum sjálfsögðu fá fólk aftur heim og þá þurfum við að vera samkynshæf. Við þurfum að vera með samfélag sem fólk vil koma í. Það er því miður þannig að eins og með sjúkrahúsið okkar þá hefur gengið mjög illa að manna sérfræðiþjónustu þar.
það hefur verið auglýst jafnvel á annan tug skipta eða meira og það sækir enginn um. Lækna að koma erlendis frá til að taka vaktir til að losa hérna frá. Þú veist, samt höfum við allt til alls hérna. Þannig að það er eitthvað sem vantar upp á, hvort það er beint í okkar höndum, þú er ég ekki að segja, en það er allavega, ég segi það nú aftur, millilandaflug og bara góð þjónusta á öllum sviðum og við séum leiðandi samfélag. Við eigum bara að vera leiðandi í því sem við gerum, hvort sem það eru umhverfismálum, sem vinnuveitandi og hvernig við verum að því. Við verðum líka að hafa efni á því og við verðum líka að tryggja það að þau verkefni sem við förum í með ríkinu eða öðrum, að við sitjum ekki alltaf uppi með svartapétur. Að það sé greitt fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Og það má bæta ýmislegt hérna og ég er sannfærður um það að ekki á svo, þú veist, við mögum bara alltaf vera á tánum, hvernig við stöndum okkur. Þannig að ég þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og tekur nú við stjórn fundarins. Orðið er laust. Það sem enginn hefur kvatt sér til ljós, þá er það 50 liður. Skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri, byrja yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fara örstutt í gegnum bara þessi helstu atriði sem ég hef verið að vinna síðasta hálfa mánuðinn. Fyrst var það nú samgönguþing sem var haldið hérna fyrir hálfa mánuði síðan, sem við sátum nú mörg okkar hér, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Þar var komið inn á almenningssamgöngur, skipaferðir og flug og nauðsynlegt fyrir okkur að halda svona þing nokkuð reglulega og fylgja í rauninni þeim ályktunum sem þar koma fram, eða ályktunum þeim umræðum sem þar koma fram eftir við stjórnvöld og það á við alla þessa þrjá þætti sem þar voru nefndir. Það voru skipakomur, hvort sem það þjónustu skemmtiferðaskip, almenningssamgöngur, hvort sem það innanbæjar eða milli landshluta og svo sjálfsögðu flugi, hvort sem það innanlandsflug eða millilandaflug. Síðan höfum við verið að vinna í aðgerðaráætlun bæjarráðs og það þekkja nú bæjarfulltrúar mjög vel þá vinnu og svo vinna gengur bara mjög vel. Það hefur verið síðustu og þar síðustu viku á vorum við að fara, ég og fulltrúi KPMG, eða starfsmaður KPMG sem er að vinna með okkur í verkefnum, Magnús Kristjánsson, inn í allar nefndir og ráð til þess að fara yfir svona verklagið, þannig að það fór heilmikill tími í það. Og hér var aðeins minnst á frumkvöðlasetur áðan í umræðum, en við erum búin að eiga fund, ég og atvinnufulltrúi með Nýsköpunarmiðstöð Íslands varðandi frumkvöðlasetur og vonandi getum við komið því á sem allra fyrst. Segja ykkur aðeins frá því að það var fundur haldinn í almannavarnanefnd. Fundir almannavarnanefndir eru haldin mun reglulega heldur en var hér áður og bara segja ykkur frá því að það er verið að breyta hans verklagi þar. Við erum komin með fulltrúa allra sveitarfélagana í Eyjafirði inn í nefndina. Það var þannig að voru fulltrúa stærri sveitarfélagana og svo voru fulltrúa þeirra minni var bara einn fulltrúi, en nú eru allir sveitarstjórarnir sem sita í almannavarnanefndinni bara að upplýsa ykkur það. Það var haldinn stór fundur hér á Hótel Kea svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs. Þangað fengum við ráðherra meðal annars í samtal við okkur. Við vorum þarna fulltrúar þessar 18 sveitarfélaga sem skrifuðu undir svæðisáætlunina og samtalið við ráðherra snerist nú meðal annars þessa svokölluðu brennsluofna sem eru búið að setja allavega upp í Skagafirði við kjötvinnsluna þar og við höfum svo sem fengið erindi líka hérna og fleiri sveitarfélag hafa verið að fá erindi varðandi þetta. Niðurstaða fundarins, ég get nú ekki farið í innihald fundarins í heild sinni, en niðurstaðan var svo að við yrðum áfram í samtali við ráðuneytið, þar að segja ég þá fulltrúi Eyjafjarðarsvæðisins, Kristján Þór sem er bæjarstjóri Norður-Þings yrði fulltrúi Östursvæðisins og Magnús Jónsson, sveitarstjóri á Skagaströnd yrði fulltrúi fyrir Vestursvæði í viðræðum við ráðuneytið þessa eftirfylgni á svæðisáætluninni og ekki síst varðandi þannig einstaka þætti eins og þetta með brennsluofnana. En svo veit ég að það er verið að vinna að stóri ráðstefnu sem sem verður skipulögð fyrir alla sveitarstjórnarmenn og þá sem áhuga hafa varðandi þessi mál, því þetta eru
svo sannarlega mál sem að brenna á okkur öllum. En þetta var svona þarna var verið að kafa svona í praktíska hluti sem snúa að samskiptum við ráðuneyti og stjórnvöld í málefnum úrgangsmála hér á svæðinu. Nú, aðalfundur Ungmennafélags Akureyrar var haldinn í síðustu viku. Ástæðan fyrir ég nefni það hér sérstaklega er að það virðist vera komin hefð á það að bæjarstjóri sitji þar sem og stýri fundi og það er svo sem ágætismál en það er athyglisvert að þetta stýra aðalfundum allra íþróttafélagin í bænum eða allra félagsamtaka í bænum en ég hef gert þetta bara með glöðu geði að mæta á aðalfund Ungmennafélags Akureyrar og stýra þar fundi. Fundurinn fór mjög vel fram bara ef menn hafa áhuga að vita það. Nú, síðan var það stjórnarfundur sambandsins var síðastliðinn föstudag og ég hef nú svo sem svarað fyrir fundagerð stjórnarsambandsins á bæjarráðsfundum þar sem hún er lögð fram sérstaklega en bara vek athygli bara bæjarfulltrúa og íbúa á því að fundagerðina má finna á vef sambandsins og þær eru meðal annars undirgögn. Nú, svo náttúrulega eitt af þessum skemmtilegu verkefnum þó að hinn séu vissulega öll skemmtilega þessi verkefni sem að tekur að sér að þá var fyrsti Íslendingurinn sem var 100 ára á árinu var það hér á Akureyri síðastliðinn laugardag, Axel Jóhannesson og það er hefð að bæjarstjóri mæti þar fyrir hönd sveitarfélagsins og við getum sagt að heiðri afmælisbarnið. Nú síðan voru tónleikar sem hafa verið haldnir líka á tímabilinu. Það er annars vegar 70 ára afmæli tónlistarskólans, mjög vel sóttir tónleikar sem voru haldnir í Hofi. Það voru nemendur tónlistarskólans og 200.000 naglbítar og síðan á sunnudaginn voru það tónleikar sem ég satt með finnskum þjóðlághópi og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Að lokum síðasta málið, bara upplýsingar til bæjarfulltrúa að jómfrúarferð fyrstu Q400 flugvélar Flugfélags Íslands verður hingað til Akureyrar á morgun. Hún mun lenda hér á Akureyrarflugvelli á morgun klukkan 1. Þannig ef þið hafið tíma og áhuga þá eru velkomin að koma út á flugvöll og taka á móti þessari nýju vél. En ég hef óskað eftir því að ég allavega verði þarna út á velli en það er svo sem engin formleg dagskrá, bara vekja athygli á því að því við erum duglega að vekja athygli á þessum almenningssamgöngum sem við köllum það hér á milli Akureyrar og Reykjavíkur sem flugið er að bara er ástæðan fyrir því að vekja sérstaka athygli á þessu máli. Það er að koma sem sagt nýr vagn í almenningssamgöngunar. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundagerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 18. febrúar, atvinnumálanefnd 22. og 24. febrúar, bæjarráð 18. og 25. febrúar, framkvæmdaráð 19. febrúar, íþróttaráð 18. og 24. febrúar, samfélags- og mannréttindaráð 24. febrúar, skipulagsnefnd 24. febrúar, skólanefnd 15. febrúar, umhverfisnefnd 23. febrúar og velferðarráð 17. febrúar og hægt er að nálgast fundagerð á heimasíðu bæjarins. Segjum fundi slitið klukkan 18:23.